Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði og pipardutti. Pipardutti klálega uppáhaldið mitt. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á alls konar mat, vefjur, salat, báta. Uppáhaldið mitt, klálega kaldur BMT og ég verði að fá allavega 3 svona smákökur í desert. Sambíón reka 5 kvikmynduhús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Egilshöll. Þið sem hafa hlustað mikið á bíóblaður vitið að Egilshöll klálega uppáhaldsbíóið mitt. Það ekkert sem toppar sal 1 þar. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Ég vil líka þakka ykkur fyrir að horfa að hlusta á bíóblaður. Ef þið viljið styrkja bíóblaður, þá mæli ég með að versla við þessu frábæra fyrirtæki. Ég vil minna á að bíóblaður á Instagram, TikTok og Facebook. Endilega fylgjið mig þar. Fyrir þá sem að hlusta á hana þátt, strákandi komu í Pirates búningum. Ole Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow. Hvað fyrir ég byrð forláts. Máni Norrington. Yes. Og Tom, ert þú þá Barbosa? Ég bara leifarnar, sko. Ég statistinn sem að fór hálfa leið. Hann er modern tónlistarmaður, sér það ekki? Já, og Tom bara einhver. Hann er Johnny Depp, circa 2021. Já. Ok, þetta eru geðu ekki búningarstrákar. 2021, úff. Mér langar að þakka honum Jóhanni Helga, hann skaffaði mér hennan Sparrow-búning. Ok, þetta geggjaðu búningur, þeir allir ógeðslega flottir. Þeir að fara að setja sko nýtt level fyrir fólk sem kemur inn á þátt, upp á hvernig þeir þurfa að klæða sig. Þetta er bara nýr standard. Við erum fara að tala Pirates of the Caribbean, eða Pirates of the Caribbean. Hvernig segir þið það? Caribbean. Ég ætla að reyna að muna það, ég er alltaf þetta. Þau segja það mér þess að, welcome to the Caribbean. Já, ég vil hlusta á það, ég bara, já, þau segja þetta svona, ok. Þessi sería, við erum bara að fara strax í þetta. Þessi sería, það byrja þér, Óli, að við erum svo margir, við erum passa að tala ekki um einhvern annan. Snildin við hann þáttu ég og Óli erum með nákvæmlega sömu skoðanir allt. Þannig að þú þarfst ekki að segja neitt. Þú getur bara spurt annað hverjum okkar. Ok, Óli, þessi sería, þetta eru 5 myndir. 3. Þetta eru 5 myndir. Jöfull, hann tók eftir hinn. Alveg saman hvað þér finnst, þá það 5 myndir. Á heildina litið, þetta góð sería? Já, þú skerði út síðustu 2. Ég var ekki spyrð því. Já, en þá þarf ég að segja fyrst að meiri hlutin að þeim eru góðar. Þá segi ég, já, ég fíla ekki seríuna sem heild að því 5. myndin er crap. Okay. En mér finnst, ef þú horfir á fyrstu 3 ár, það er sama creative team alltaf, það er sama leikstjóri, sama writers, bara sama powerhouse crew, þá finnst mér 3 leikurinn algjör snill, alveg up there með The Greats. Mér finnst það. Já, þessi 3 leikur. Ég er tilbúin að segja one of the all-time greats. Ok. Sem 3 leikur. Ok, Máni, ég veit þú sagði að þú var alveg saman Óla, ég ætla samt að spyrja þig, heildanleitið, þessar 5 myndir, er þetta góð sería? Getur þú lúpað audioðans Óla aftur? Sko, það eru 2 mjög svona veikar myndir í þessu, með þess að veiku ekki taka af þessum góðu. Ef ég þarf að taka þessar lélu til þess að geta, ef ég er að horfa á þetta allt saman, það þyrfti í raunin, ef að bara fyrsta myndin hefði verið jafn góð og hún var, hinnar hefði mátt sökka eins og við vildu að þetta væri samt góð sería. Ok. Fyrsta myndin ein er nógu góð til að justify alla seríuna. Og síðan eru fyrstu 3 myndinar allar rosalega góðar. Ok, gott svar. Tommy, yfir til þín. Þetta er fín sería. En þetta er svona eins og spyrja, skilur, myndir segja Indiana Jones serían sé góð. Já. Þú þarft að bumpa hana niður út af einni mynd, en já, mér finnst það mjög fín sería. Og 5. á leiðinni, Indiana Jones. En ég er einmitt þar svolítið svona, þetta er, ég er fann að velja og hafna svona hvar minn 3 leikur stendur og ég er svolítið það líka að seinni 2 myndar eru eitrið. En ég hef líka rosalega sérstakann stansa á myndunum svona almennt og við erum ekki með sömu uppáhaldsmyndina. Nei, ég veit það. Það er svolítið. Og ég ætla ekki að taka núna skipt fram, fyrir það sem er að hlusta og horfa á þátt. Ég veit ekkert hvað þessi þáttur er langur. Ég er að fá þetta til mín 3 menn sem hafa tekið þátt í nokkrum svaka þáttum með mér sem eru svakalega langir. Þannig að það gæti verið í splittu sem þætti. Þannig að bara ef þú ert að hlusta á hana þátt, ef hann endar á skrýtnum stað, þá kemur part 2 2 dögum seinna. Ok, þá er ég búinn að koma því frá. Förum aðeins í myndirnar. Ok. Bara, og við byrjum það sjálfsög á fyrstu. Ok. Óli, manst þú sást hana fyrst? Ég man það eins og það gerist í gær. Ok, hvernig var þín upplifun?
Var það heima hjá mér í gær? Nei. Fyrsta skipti. Það myndi samt alveg make a sense fyrir mann sem tekur Batman Begins síðast í Dark Knight-seríunni. Já. Já, Ég aldrei sé Blackbird. þetta er fín mynd. Nei, sem Skil sagt, okkur við gerum fleiri. ég á svona, það eiga allir í ættinu sinni svona frænda sem er ekki frændi. Maður kallar hann bara því þau eru svo nánir og þetta var þannig, mamma mín á vinkonu og hún átti son og við vorum rosalega góði vinir í æsku sko og hann var rosalega mikið að horfa á fyrstu Pirates-myndina, ég sá hana fyrst út af honum. Manstu hvað var gamall? Ég hef verið, fyrsta mynding, þetta hefur verið 2004, nei þetta hefur verið 2005. Já, kannski svo 2 árum cirka eftir hún kemur út. Já, af því hann átti hana á disk. Og varstu strax hrifin? Já, ég var bara strax, ég elskaði þetta, ég sjálfur gæti ekki hægt að horfa á hana, ég séðan allt í hennu var mynd nr. 2 komin út, ég sá hana fyrst í ammælinu mínu það ár, 2006, þannig ég hef verið 10 ára gamall, það var svakalegt svona screening, horta Pirates 2 í krakka ammæli, en in hindsight, djöfull var þetta sniðut hjá fóldur mínum að láta ammæli vera, herru við skulum láta að horfa á tæpa 3 klukkutíma mynd, það heldur á sama stað. Gott, já, gott að gera það. Já, en þau opnuðu fyrir einhver ormagrifið þarna því ég er búin að hafa þessa seríu á heilanum alveg síðan. En þú myndir segja að þú væri mjög mikill fan af þessum 3 myndum? Já, af því sko ekki bara veit ég of mikið myndirnar, ég veit of mikið lórið sem er ekki minnst á ímyndunum. Alveg það er svo, þessar myndir, þessar fyrstu 3 ár, það eru að drukna í lóri og worldbuilding, það sem bara stundum off-hand dialogue sem meika miklu meira sens í myndunum þegar þú veist lórið og er bara svona what the fuck, sko. Ok, þá er ég með réttu menninni í þessu þætti. Máni, þú séu sett alltaf sammála Óla, en þín upplifun, væntanlega aðeins öðruvísi? Aðeins öðruvísi. Fyrsta myndina sá ég var að hanga með vinn mínum Mattiasi og hann stakk upp á þetta, en hei, akkur horfum við ekki á Pirates of the Caribbean? Þessi mynd kom út, hún var ekkert sérstaklega stór, hún grætti pening í bíóinu, en hún lifði virkilega í DFD-sölum. Eins og Batman Begins. Og ég sem sagt uppgötaði hana þannig, vinur minn Mattias sýndi mér hana, þá talaði ég við mömmu, mamma, við þurfum að leiga þessa mynd niður í Snælands-vídeó. Og síðan fór þetta bara inn í gegnum fjölskylduna, ég og frændur mínir vorum að horfa á hana, síðan kemur mynd nr. 2 út, ég fer á hana í bíó, mynd nr. 3 kom út, ég fór á hana í bíó, ég veit ekki hvort ég ætti að segja ykkur bíósöguna með hana, ég segi ykkur hana kannski bara þegar við erum hættir að taka upp. Já. Að því að... Ó, ég er nú spenntur. Getur ekki gert hlustið þetta? Sko... Þú getur sensor á nöfnin. Ég gæti gert það. Sem sagt, ég fór á henni með vin mömmu. Ég ætla ekki að segja hver hann er. Nei, ekki að gera það, það er eitthvað iffy. En við skulum bara sitja það á borðið núna, ég skal segja þér betur þegar við erum búin að taka upp. Okay. Hann var atvinnumaður í hnefaleikum. Okay. Og ég fór á Pirates 3 með honum í bíó. Og í gegnum alla myndina, hann var í símanum allan tíman, bara senda SMS og ringja bara svona, og ég sett við hliðina á honum, og ég þekkti hann svona nokkurn veginn, en ég þorði ekki alveg að segja neitt við hann, og svo einhver gæja á baka okkur sem ákvað líka að vera í símanum. En honum fannst það ekki réttlátt, hann mátti vera í símanum, en hann var öskrandi að gæja hann baka okkur, hittu þetta, og ég endur þig, atvinnumaður í hnefaleikum. Og þegar hliðið kom, þá spurði hann mig hvort að ég myndi vilja fá eitthvað svona, ég fá bara lítið popp eða eitthvað. En aftur, ég þorði ekki að tala á hann. Og Það fórst ekki með honum í bíl? Jú, hérna kemur snildin, gæinn sem var talandi á baka okkur, hann fór líka fram, hann kom ekki aftur. Veitu hvernig endaði það? Ég veit það ekki. Ég held að atvinnumaður í hnefaleggi gæti hafa myrti. Já, þú fórst allavega þangað í staðið fyrir að kannski bara tala við þá. Það geti líka. Við skulum vera raunsæðir. Ok, þannig að það var þínu upplifun á Pirates 3 í rauninni. En hinnar 2 liðu síðan áfram bara sem myndir sem ég átti, ég horfði mikið á þær, horfði mikið á behind the scenes, eins og þú gerir líka. Já, hvenær byrjuðu við að horfa á þær religiously? Það er bara nýlegt. Já, við 2 árum. Eitthvað svoleiðis. En eins og með fyrsta, þú sérð hana fyrst á öllum þessum myndum. Varstu strax bara blown away? Þetta er bara geðveik mynd.
Já, ég veit ekki hvenær það var sem myndin, að því að þú veist hvernig það er alltaf þegar vinir að sína þér eitthvað, það er svona að horfa á þetta myndband og maður er alltaf svona, ok, og þeir eru að sína manni svona myndin að sína, maður er alltaf svona, ok, ég var þar, ég man ekki hvar það var en myndin, hún gjörsamlega sigraði mig, hún bara, ég var dottinn inn í hana, ég veit ekki hvenær það gerðist, örugglega þegar Jack Sparrow kom fyrst fram, en já, ég datt Strax aðdáandi? Strax aðdáandi. Ok, þá ætlum ég að fara yfir til þín, Tommy, af því að þú ert aðeins eldri strákunir. Ég er átt að með á því núna. En við tveir erum eldri strákunir. Þið eru náttúrulega bara, úlingar. Já, við sáum fyrst í bíó. Já, þið sáum fyrst í bíó. Já, ég var tvítur því ég sá hann í bíó. Tommy, ert þú ekki 87? Já, þú ert tvítur. Ég var á Bauðsári þegar, þetta var mikið sumar og ég hefði aldrei búist við því að í upphafi sumarsins 2003 að við myndum hérna í dag tala meira Pirates of the Caribbean heldur en Matrix 2 sem mest í hítum var fyrir að þeim tíma 12 minútur 3 og Fucking Return of the King kom út þetta ár sko. Já. Ok, en ég á eitthvað til að ekki að Lord of the Rings þá, þannig að það kemur að því verður hann í að blangur á myndirnar verður með svona extended cut Ok, Tommy, leiðum hann að klára leiðum Tommy að klára að því að ástæðan svolítið spenntir að þitt álit á fyrstu, sérstaklega bara bíóupplifuna, því ég persónulega man eftir því að þegar hún kom, að þeir sjóræningjamyndir voru ekki búin að vera vinsælar og þetta var risky move. Cutthroat Island eyðilaði sjóræningjageirann eins og hann leggur sig. Risastórt flopp með Matthew Modine og Gina Davis, þetta var bara bannað í Hollywood, þú snertir ekki sjóræningjamyndir og við komum væntanlega inn á framleiðslusöguna sem tengist svolítið því að þetta var bara svona svipað með sverð og sandala myndir á hana Gladiator kom. Fólk bara hugsaði, nei, þetta er instant flop. Þetta er bara eitur. Og stærsta minningi mín af því þegar Pirates of the Caribbean 1 er að koma í bíó. Það var rosalega mikið óvissusýningum og forsýningum á henni. Og þessi mynd eins og þeirra að tala þetta er Uber word of mouth mynd. Það var ekkit franchise fyrir, og margir er svona yftu öxlum þegar maður sá trailerin á þetta. En svo bara fóru, og spyrjast út, já, hvað er dómar á þetta og ég man að Sambíum voru með hana. Það var bara hver forsýningin eftir hann til að koma svolítið út, bara þetta er að koma óvart. Þetta er skemmtilega þú heldur. Og mín upplifun var bara að þetta er miklu skemmtilega en ég bjóst við. Þú varst hrifin og sást hana fyrst? Ég var alveg hrifin, já. Bara skemmtileg, vel heppnuð ævintýramynd. Já. En þeir blanda saman, þetta er alltaf sjóræningjamynd, en það er líka eitthvað svona supernatural dæmi og eitthvað lappandi benegrindur í hvað. Swashbuckling mynd, svona, Errol Flynn hérna í þessu. Já, þið voru að fíla þessa blöndu. Swashbuckling myndir eru svo skemmtilegar. Hún var bara svo brakandi fersk á þeim tíma. Hún kom bara á hárréttum tíma inn í einmitt svona, maður vissi ekki alveg svona hvernig stórmynda og Hollywoodmynda landskipi var, en við vildum svolítið þetta. Ég einmitt vil túlka það við Lord of the Rings myndunar að fyrsta Pirates gekk svona vel. Því, þú veist, ég veit að Return of the King kemur út sama ár og hún er alltaf gigantisk mynd, en hafið í huga að þetta eru hardcore, hardboiled fantasymyndir. En allir eru að sjá þetta í bíó. En svo ertu með þetta er bara, já, við erum með sjóræningjamynd og við ætlum að hafa gaman að þessu líka, en þetta er líka bara ógeðslega vel skrifað ævintýri. Alveg eins og Lord of the Rings, þetta er bara vel skrifuð fantasía, þetta er bara vel skrifuð saga og í enda dagsins góð saga er alltaf góð saga. Næsta spurningi mín var einmitt bara, af hverju virka þessi mynd svona vel? Þetta er, ég held að þetta sé mikið til Star Wars dæmið, þar sem George Lucas tekur, ég elskaði Flash Gordon, ég elskaði Buck Rogers, ég ætla að taka það og ég ætla að uppfæra það og gera það með öllum nýju tæknunum sem við höfum til þess að gera myndir og nýju svona fræðinni sem við höfum á bakvið þetta. Þetta er nákvæmlega sama. Þarna hefur Errol Flynns swashbuckling myndir. Þú hefur Gore Verbinski sem er góður leikstjóri og þú hefur, hann fær pening frá þessu, Jerry Bruckheimer náttúrulega framleiðir the crap out of this. Og Jerry Bruckheimer náttúrulega, hann er definition af overframleiðandi og hann hafði bara verið í hvað 90s actionmyndir svona mestmægst eða svona karlamyndir, meiri segja myndir eins og Coyote Ugly sem er svona stelpumyndir en svona eins og gauramynd fyrir Jerry Bruckheimer að koma inn í, svona, þetta er alveg meiri hard fantasy og þetta var alveg shift fyrir hann, þetta var risastór áhætta fyrir Bruckheimer, hann var ekkit alveg, hann var ekki að missa Michael Bay á þessum tíma, en sama ára síðasta myndin hans Bad Boys 2, svo fór Michael Bay sín átt og fór að vinna með Spielberg, þeir skildust leiðir, þannig að fyrir Bruckheimer, þetta er alveg, þú ert alveg með cred þarna, sko. En eins og Gore Verbinski, leikstjórinn, rétti maðurinn, í þetta hlutverk? Já. Þú hefur séð myndirnar. Af hverju, ég skil ekki alveg, núna horfði ég aftur á þér,
Það er skítlúkka, þetta er flott og ég er að tala um þessar 3 leik. Sko, hann er komin um borð. Já. Nei, þú veist, það er svolítið svona, þú veist, hann gerir þær 3, en ekki 4 og 5. Af hverju var hann svona góður í þetta? Því að það er ekkert í hans track recordi fyrir Pirates. Nei, en sko, sem bendir til þess að hann sé góður svona leikstjóri. En horfðu á myndirnar hans Gore Verbinski og hann skrifar það aldrei. En ef þú horfir á myndirnar hans, þú sérð að hann er með perfect grasp á efnið sem hann er að tækla. Eins og hann fær handritið að The Ring í hendunar. Þetta er ekkert besta handritið í heimi, en hann er með svo ógeðslega sterk tök á því, að þetta hefði getað verið jumpscare mynd, þetta hefði getað verið þetta og þetta, en The Ring er bara rosalega vel sett saman, alveg eins og Mouse Hunt. Já, ég setti mér það lofur, það yrði að tala um Mouse Hunt í hérna podcast. Það er fyrsta myndin hans. Grátlega vannmyndin og eina af fyrstu DreamWorks myndunum eftir að það var komið út. Þú sér bara, maður þetta drenni. Já, það var Nathan Lane, já, einmitt. Ég sá hana bara svona koma út, ég man ekki þetta henni. Christopher Walken lék meindýræði sem kemst í hann krappan við tölvugerða mús, en sú mynd bara í tengslu við bara svona tónagrasp og að vera með svona yfirdrifin teiknimynd en samt svona grounded að einhverju leiti. Þú sérð bara svona litlu taktana í Gore Verbinski að þetta er filmmaker, hann er aldrei einhver svona hackgur. Að vísu ég sá aldrei The Mexican og hef ennþá dag er það eina myndin frá hann sem ég ekki séð, en allt annað í kringum það, hann er með eitthvað texture, þessi gæi. Er hann vannmetinn leikstjóri? Mjög. Já. Hann náttúrulega vann Oscar fyrir hérna Rango. Já, teiknimyndina. Var hún góð? Hún er æði. Hún er líka leikinn skemmtilega, getur séð. Hún er svona eins og Tinna-myndin hann. Þetta er performance. Já, er það þannig? Já, eins og þú getur séð Johnny Depp svona behind the scenes í svona herbyggi að leika Rango, benga á hérna klefan og svona. Þetta er ógeðslega skemmtilegt að horfa, sko. En af hverju hvarf hann pínu? Og það var þetta, hann var náttúrulega komið með þetta mikla kredd og svo hann var komið með alla peningar í hendunar og ég held að meira sé ennþá fullirt að þriðja myndin, Pirates of the Caribbean at World's End, síðasta myndin, hafi verið eina dýrustu myndum allra tíma. Já. Hún er alltaf stór græðir sem gefur honum þá aftur annars séns til að fá mikla peninga. Hvað kemur þá? The Lone Ranger. Notorious flop. Var hún hræðileg? Nei. Ég sá hann ekki. Hún hefur 2 bestu action sequensa þessara aldar. Restin er bara flatline. En guðmenn góður þessi maður leggur í ákveðna senur í þeirri mynd, en einhvers síður það leiti til þess að hann fekk bara, hann var svolítið settur í director jailið eins og gerist. Svo kemur hann með A Cure for Wellness 2016 sem enginn sá. Ég sá hann ekki, en mér langar að sjá hana. Kom ekki einu svona í bíó hér. Er hún góð? Það er áhugavert stöff í henni, hún er ekki góð. En það er svo áhugavert stöff í henni. Að það er alltaf þess við að sjá hana. Ég held að málið með Verbinski í Pirates, ég held að þetta var bara, ég held nefnilega að þau fundur bara svona director for hire, að því þetta er svolítið svoleiðis, en þau strukku bara gold, þau voru bara nóg heppi bara, hvern getur við ráðið til að fara með okkur á alla þessa staði og plana út þessa þvælu og þessa vitleysu, skylmingar, sprengja upp skip, en síðan fá þeir mann sem er að deyja úr ástríðu. Að það sést í myndinni. Já, eins og bara, ef þú horfir á fyrstu 3 ár, fer svo beint yfir í 4. Rob Marshall er ekki maður sem er að deyja úr ástríðu að gera þessa mynd og það bara finnst á bara fyrsta klukkutímanum á 4. myndinum. Við förum út í það eftir. Að ég vil ekki tala um hana það lengur. Ok, þá verður ég að spyrja. Þín uppáhaldsmynd af þessum 5? Af þessum 5? Það mynd, ég verð að segja Pirates 2, en alveg eins og með Army of Darkness og Evil Dead 2 það fer svolítið stundum eftir hvor ég er búinn að sjá nýlega, sá ég Evil Dead 2 í gær eða Army of Darkness, þá var það svarið mitt en ég verð samt að segja að 2 er oftar en ekki efst. Og hver er þá með henni? Er það þá fyrsta? 3. Það er 3? Já, ok. Það eru svo brjála companion piece maður. Það eru það. Ok, Máni? Ég er sama, 2. Hún er uppáhalds. 2 er uppáhalds. Hann er klættið sem Norrington. Tommy, uppáhalds? Það er gott að taka fram að sko vinsæla skoðunin hefur alltaf verið fyrsta myndin er eina góða myndin, framhaldsmyndar krapp. Og sérstaklega 2 og 3, oftast er bara fyrir fólki, hann tala um sko, ég og þeir notum orðin companion piece, en margir segir bara að það er sjóða saman í eina minningu eða eitthvað þannig. Ég skil það ekki, það er svo mikið að frétta í 2 og 3, en eiginlega sennilega kjarnástæða fyrir því ég er hérna, en ég er stóískur verjandi 3. myndarnar. Mér finnst hún langbest. Þið finnst hún langbest af öllum myndunum. Það er eina myndin af þessum 5 sem ég myndi segja að sé hágæði kvikmynd.
Ok. Og það var einmitt það sem bondaði okkur fyrst, trakkið, Nákvæmlega. Pirates 3, Ups Down. eins og kemur fram í ammælistættinum. Nei, ekki ammælistættinum, þetta 100 stættin. Þætti 100, þá er henni þegar þið að hittast í fyrst skipti, hérna fyrir bara eftir utan stúdíuði. Já. Þá er henni þið þekktu báðir eitthvað lag úr þriðmyndinu sem heitir Ups Down. Stefbútur úr mjög randó senu, sko. Þetta er ekki eitthvað sem bara hver út á götu er að koma, já. Við hlustuðum á það í kyrslun Inga, sko. Og nota bene, sko, að þess að leggja ómikið upp úr því, ef við hefum lent í árekstri á leiðninga, það hefði verið svo fyndin frétt. Já. Þrír sjóræningjar. Hvert voru þeir að fara? Hvert voru þeir að fara? En ok, en tökum aðeins fyrstu myndina. Ok. Förum síðan út í Já, til það. 2 og 3 og restina. Fyrsta myndin, góð saga. Æðislega. Ég ætla áður en ég kem með mitt svona fyrstu myndina, svo gleymist ekki, þá ætla ég að henda þessi yfir á Mána. Þú ætlar að segja okkur af hverju það er George Lucas að þakka að við fengum Pirates 1. Út af Secrets of Monkey Island. Já, alveg rétt. Hérna, Káttu með það? ok, Secrets of Monkey Island, þetta er bara svona point and click adventure leikur frá gamla daga. Já, þú veist, Þarf að kynna Monkey Island í dag. Shit, hvað eru gamlir? Ég elska Monkey Island. Hérna, Guybrush, Threepwood, best gegn LeChuck til að ná kærustunni sinni aftur, en hérna, og síðan er Ted Elliott ráðinn til þess að adapta leikina í mynd árið 2000. Og Terry Roggio. Nei, það er bara Ted Elliott. Bara Ted Elliott. Handriðsöfundurinn, Ted Elliott. Já. Og hérna, það dettur síðan niður sig. Síðan er Ted Elliott einn af 2 screenwriterum á Pirates. Og ef að, hérna, núna, það er mjög erfitt að segja. Já, það er líka svona hlutum sem eru svipaðir. Þú veist með svona vondakallinn, hann er beinagrind, hann er með svona beinagrind áhöfn. Þú veist með seiðkonuna í hérna mýrinni. Það er svona hellingar hlutum sem er svona, þetta, akkur er hann er að sigla í kistu. Það er skrítið. Það er heil borgarna búin til úr klestum saman skipum. Það er mjög erfitt að segja hvað hvort eitthvað sé svona tekið yfir, en ég held að þetta byrjar allavega í haustnum á Ted Elliott sem, hann vinnur á Monkey Island og síðan er það tekið af honum og síðan byrjar þetta svona að sjóða þessi haustum, þetta fær að merjast aðeins og fær að byggjast aðeins upp þegar það kemur að Pirates og þá er hann búin að sitja á þessari sögu, þessi svona góðri sjórningasögu í svo mikinn tíma og ef þú horfir á Pirates það er ekki neitt atriði í allri myndinni sem þú getur klift út þetta er svo þétt og vel pökkuð saman mynd einasta atriði í byrjuninni ég og Óli vorum að tala þetta, við vorum að leita við getum tekið þetta atriði og síðan var alltaf nei, þú getur það ekki, af því að þú þarft að kynna þetta og þú þarft að kynna þetta eins og þegar þegar þú hittir fyrst Will þegar hann brýtur draslið og er að fela þarna það er fyndin kynning en í því atriði, þá er líka komið fram að Jonathan Pryce, hann útskýrir að það er svona klassamunur á Will og Elizabeth, þannig að þau get ekki verið saman. Þannig að þú getur ekki tekið það í burtu. Nei, líka í þessu sama atriði, ég elska það að því Gore Verbinski er master visual storyteller, hann getur sagt svo mikið með því að fela litla hluti í dialogunum, eins og þeir eru að tala sverðið sem Will hannaði fyrir Norrington, en þeir halda að þetta hafi verið Herra Brown yfirmaðurinn hans, en hann segir, may I fær sverðið, flikkar því svona upp í loft og útskýri hvernig sverðið virkar, þá fáum við strax að vita, ok, Will er klárlega mjög gáfaður með sverð og hann er augljóslega sem hannaði sverðið að því hann kann að manúvera það svona, en Jonathan Pryce, eða hann Governor Swan, talar að þakka meistarunum hans fyrir svona vel hannað verk og hann svona horfir á hann með svona disappointed svip að hann er ekki að fá kredit fyrir þessi verk og þetta er aldrei sagt upphátt. En líka Will segir ekki, nei, ég gerði það. Hann segir, hann sýnir virðingu. Hann er svona, nei, mín stöð er ekki að tala tilbaka. Bara, já, ég skal láta hann þetta, ekkert mál. Og ef þú horfir á fyrstu myndina, það er alveg greinilegt hvort að Ted Elliott hafi vísvitandi verið að taka eitthvað úr Monkey Island, skiptir ekki máli. Það er alveg augljóst að þessi saga er búin að sitja þarna nógu lengi fyrir hann til þess að verða til þarna. Þetta er orðið að, þetta er búið að vera þarna nógu lengi til þess að eins og ég segi, skapast þarna almennilega. En hvar kemur inn í þetta Disney? Er þetta ekki eitthvað rætt? Einhverju skemmtigarði? Jú, kannski gott að benda og líka talandi þetta svona svarsbákling kýtlið hjá var þetta Elliott, Regan Rossio? Já, það var Elliott sem Þeir saman skrifið aðra mjög skemmtilega svarsbákling alveg nokkrar. Ok, eina svona príma Mask of Sorrow. Já, önnur málmyndin.
og önnur vanmyndin og svolítið gleymd mynd fyrir á þessum tíma. En þeir eru líka með Treasure Planet, Aladdin og Eldorado. Þeir gera Aladdin mynd, já, það er rétt, já. En skilju, þannig að það er þetta svona, nei, við verðum að taka Monkey Island, Frostbacklin Kýtli lengra, en svo með þetta, já, þetta er byggt á svo miklu engu, og ég ætla að giska á það að ég er eini að inni sem hef farið í þetta rætt. Ég hef ekki farið í þetta. Það myndi vera rætt í þér. Ég er að hluta til alveg upp í Bandaríkjunum, mjög mikið. Mér tíkt pappi minn bjó í Orlando í Florida, þar sem var alltaf stutt í Disney World. Og Pirates of the Caribbean rætið, það er erfitt að kalla þetta rætt, þetta er basically bara eitthvað svona skemmti siglingu og horfa bara einhverja svona marionettur og svona animatronika bara að gera eitthvað á lúpu endalaust. Og sem krakki fannst mér þetta það leiðilegasta sem ég hafði nokktíma farið í innan veggja og ramma Disney World. Þannig að það er mjög magnað, en á sama tíma skiljanlegt að þú getur tekið bara skiluru nafnið og einhver svona eitt og eitt svona homage hérna og þaðan sem er alveg notað visually mjög sterkt í myndunum. En hvað kom fyrst? Hvað kom fyrst? Þú veist, var það Disney sem sagði við þurfum að gera Pirates mynd? Eða var eitthvað sem pizzaði, skilji hvað við? Rætið náttúrulega kemur fyrst. Já, ég veit það, en bara myndin sem slík, var það Ted Elliott sem sagði, við skulum gera Pirates of the Caribbean? Það er örugglega verið bara, þú veist, vitið það? Nei, en ég myndi giska, skilju, þetta er bara svona, hvað eigum við? Hvað gætu við gert eitthvað út? Það hefur örugglega á þessum tímapunkti, út af sama ár, 2003 kemur út mynd sem engin mann eftir og réttilega svo, The Haunted Mansion, sem er byggð á miklu skemmtilegra ræti í Disney World. Þannig að þeir voru greinilega að plotta eitthvað svona, hvað er svona nýjast sem getur gripið? Áður en allir fara að rífa í næstu myndasögu. Það hlýtur að vera ástæðan fyrir hérna George Clooney Tomorrowland þá? Er það ekki líka eitthvað rætt þarna? Jú, það er Expo, jú, það er rétt. Já, það er hérna, þannig að það kom mikið setna. En já, Tomorrowland er definitely úr hérna, hvað heit það, Epcot? En já, það er innspóið þaðan. Og þannig að Disney hefur alltaf lengi verið að hugsa svona, hvað er bara með í bakarinum okkar? Og in theory er þetta alveg sniðu pæling að taka eitthvað sem er bara nothing, skiluru, þetta er svo þegar fólk talar einhvern tímann var Ridley Scott orðaði við það að gera mynd eftir Monopoly í spilinu. Og það er bara, hvaða frat er þetta? Það er aldrei að fara að virka, en svo hugsaðu, þú getur alveg gert skemmtilega ressa kapitalisma og eitthvað og bara bakað inn í handritið eitthvað klefur þarna sem tengist þessu. Er það samt ekki ennþá í svona möguleg gangi, þetta Monopoly mynd? Sennilega, ég meina Clue er ennþá frábær og hún fullkomlega er í takt við borðspili sem hún er byggð á, þannig að þú veist, rót hugmyndarnar er ekki slæm, þannig að hver sem kom með þetta. Þú veist, þeir gerðu Battleship mynd. Sem ég finnst bull vannmyndin, actually, sko. Það er besta Michael Bay myndi sem Michael Bay gerði aldrei. Út af því hún veit algjörlega að þetta er frat, sko. Er Taylor Kitsch ekki í henni? Já, Rihanna er í henni. Já, Rihanna. Liam Neeson. Alveg rétt. Var hann ekki í henni? Jú, hann var pappin. Já, Brooklyn Decker muni ekki að renni. Ef þetta hefði verið Bay-mynd samt, svona actual Bay-mynd, það hefði verið Bruce Willis út af Armageddon. Ok, höldum okkur Pirates. Já. Við erum á fyrstu myndinni. En alltaf sérstu, já, á sama ári Disney greinilega í þeim pælingum að hugsa við getum búið til brand úr eitthvað sem er þekkt brand. Pirates of the Caribbean er þekkt brand allavega í vestrarna heiminum. Margir hverjir bara í áratuga raðir hefðu farið í þetta. Þannig að þetta er svona eitthvað sem svona staðir markas sálfræðina bak við þetta. Hey, Pirates of the Caribbean, ég mætti því. Ég búið að gera mynd eftir því. Þannig að við getum gert bara hvað sem er. Síðan náttúrulega Lord of the Rings er nýbúið. Nei, það er í gangi. Return of the King kemur út saman. Já, þetta kemur út saman. Hún kemur setna. Þegar framleiðslan fyrir gang, þá er þetta svona, allt svona, þetta er eiginlega samhliða. Já, ok, ég er nefnilega að spá að því að Disney, það kannski hef ég rann fyrir mér, en Disney geti séð, ok, það er engar stórar myndir að fara að koma út, hérna. Það er, Lord of the Rings er að vera búið, Matrix er að fara að vera búið, það vantar eitthvað til að fylla þetta og við getum gert það. Það er gott að taka fram. Allir voru að leitast eftir sín eigin fransessi. Harry Potter er að fara á stað, og er nýkomið í gang þarna, já, það er þetta góð fundur. Þeir voru að fara á staðinu með Narnia hérna líka. Þannig að allir voru svona, okkur vantar, allir voru bara í the franchise seeking, sko. Þetta var bara eins og ratleikur af slíku. Star Wars er enda bráðum. Já, og þá einmitt koma þeir einmitt bara, en það sem þeir eru með svo skemmtilega er bara, ok, en hvaða sögu eru við með? Þetta er ekki bara franchise. að því að segja, Ted Elliott er búin að sitja á einni sögu svo lengi og hann bara, ok. Og ég alveg vissum það, einhver af þessum executives, einhverjum af þessum jakkafötum hafi hugsað í byrjun ársins 2003, ok, við erum að fara að gefa þetta rándýra Pirates of the Caribbean mynd, við erum með stóra, þú veist, Haunted Mansion mynd. Allir hefðu verið á þeim tíma
veðja á Eddie Murphy myndin á Haunted Mansionið. Já, pældi því, þú ert með Narnia, þú ert með Golden Compass, þú ert með Haunted Mansion, þú ert með allar þessar failed tilraunir til þess að gera svona stort franchise. Hverjum hefði dottið í hug að Pirates of the Caribbean rætið, það hefði verið það sem lifir. Og mynd eða framleiðsla sem ég skilst að hafa bara verið pjúra martröð fyrir slagumál, eða svona, þú veist, voru þeir ekki svolítið, var ekki mikill ágreiningur að setti með þetta allt. Disney hafði skítmikla ágjör af teikinu sem að Johnny Depp var að gera, segja sögur. Í fyrstu Pirates? Ég skilst það, já. Svo fekk hann það svona teik í fyrstu? En bara frá, sem sagt, það var verið að tala sem sagt, utan komandi fólkið náttúrulega sér ekki framleiðslan almennilega, það sér bara Johnny Depp í þessum búning ég fatt að gæti sko, bara svona yfir það sér, þú veist, bara þeir að sprengja alvöru skip og hvað eru þeir að hugsa, fattar þú? Hvað er Johnny Depp að gera á setinu? Er þetta Jeffrey Rush? Þeir fannst bara eins og hann var að trolla myndina. Já, sko, máli með, ég held að alvöru gagnrýnin frá þeim var, could you make Johnny Depp act less gay? Var það sagt? Það var einhver sem sagði að hann er of gay í þessu. Og málið er, kannski ekki í þessum orðum, ef þú ert bara að borga fyrir þetta og þú ert ekki að sjá tökurnar dags til dags, já, bara þetta, þú myndir segja þetta, þú myndir horfa á hann og þú myndir segja hvað er þetta, það er ekkert sem segir mér, þetta er gæði, ég sé peninga fara niður í einhverja hólu, ég sé Johnny Depp hafandi sér eins og einhver fígur að var ekki orðið flamboyant? Ég held að það hafi verið gay. Basically þeir sjá þarna áhættu. Já, en var það risk fyrir að ráða Johnny Depp sem aðaldryggi? Já. Í svona mynd? Já, á góðan hátt. Á bara besta háttina, því hann er klárlega með vision fyrir hennar karakter. Já, ég sko málið er, þegar ég held þú getur ekki gert $150 million mynd eða hvað sem hún kostaði. Ef þú ert að hafa áhyggjur af risk, þú þarft eiginlega að fá eitthvað eins og Johnny Depp. Ef þú vilt að þetta verður eitthvað, þú þarft að fá eitthvað sem getur komið að þessu efni aðeins öðru sér hátt. Og mætir. Af því að, eins og við segjum, horfðu á Narnia. Það var enginn sem var með eitthvað svona vision fyrir hvernig þú getur sett þetta efni upp og hvernig þú getur gert þetta á nýjan hátt. Horfðu á, aftur, Golden Compass. Horfðu á allar þessar failed franchises. Það var ekkert vision. En síðan eftir með Pirates, það sem að Gore Verbinski, hann er með vision, allir leikararnir, þeir eru allir að gera sitt besta, Johnny Depp, hann hefur karakter þarna, þannig að þú þarft að taka áhættur ef þú vilt að þetta lifir eitthvað lengur. En hversu mikið, hversu mikið var þessi karakter á blaði og hversu mikið var þetta Johnny Depp? Vitið það? Karakterinn er rosalega mikið Johnny Depp að því hann er ennþá skrifaður bara sem svona wildcard. Já. En Johnny Depp sá hann miklu meira sem svona rockstjörnu. Hann sagði Keith Richards meets Pepe Le Pew. Þetta er bara, og ég held að þaðan einmitt koma svo mörg að því atriði frá þessu, því það er svolítið svona sumt að þessu var náttúrulega bara gert bara on the go. Og það er rosalega mikið af því varðandi sko að atriðin eru öll ógeðslega hönnuð fyrir utan hegðunin, fattaru? Og þaðan kemur Depp, þú veist, það er þessi litlu moments, það sem hann, þú veist, eins og þetta er í þriðju myndinni, hann segir einhverja línu og gerir svona svip, þú veist, eins og þegar hann er að tala við Davy Jones, þegar hann segir you can do nothing without the key, og hann segir I already have the key, og horfið svona á hann svona, eins og er ég að bluffa eða ekki. Það er hegðunin sem Johnny Depp neglir þarna, því, þú veist, þeir vita hvað karakterinn er að segja, þeir vita hvað þeir eiga að vera að gera within the context of the scene, þeir eiga að vera að skilmast, en hverju meira geta þeir bætt í? Yes. Það er alveg improvisað í þessum myndum eins mikið og það eru super skrifaðar. Og ef þú, við erum kannski að stokka aðeins og langt fram í spjalluð okkar, í Pirates 4 og 5, þú finnur alveg þetta að Jack Sparrow karakterinn er skrifaður öðru sig. Þú veist, improvið, allt þetta litla fína sem Johnny Depp kom með, það var ekki endilega skrifað í handritinu upprunalega myndunum. Það er bakað inn í hinar myndir. Þetta er alveg svona kalkulera, svona eins og sér oft gerist með grínþætti, þetta er svona flanderization, hvað þekkir almenningu við karakterinn, það er svona bumbling, og það segir eitthvað svona, þannig að þetta fara að verða partur af svona markasmaskínni sem initial takeið var allt nema, sem með svolítið magnað. Það sem að þeir fyrst sjá þeir Jack Sparrow og þeir segja, þetta er skelfilegt, þú þarfst að laga þetta, síðan virkar þetta, og þá án þess að spyrja sig, af hverju virkar þetta, þá segja þér ok, þetta virkar, hvernig getum við núna þurfa að markasetja þetta. Það er aldrei hvað sáum við ekki við þetta og hvernig getum við lagað það næst.
Áhugavert. Þannig að myndin fer sérst bara, já, einhvern veginn, hún ekki að plýsa svona jakkafattamennina, en skemmtileg framleiðsla, og svo þegar hún loksins kemur út, þá þetta bara svona, hvað þetta? Skilur, en líkt á þeir benda á, og maður fann alveg fyrir, sko, þetta alveg mynd sem fekk alveg, hún hefur replay value, fyrsta myndin, fyrstu 3 ár. Já. Og en þú veist, flestir sennilega uppgötuðu hana aftur og aftur og aftur, og enn fremur, og þetta eitthvað sem að mér þótt alltaf mjög merkilegt. Mér finnst svo magnað hversu margir uppgötuðu Johnny Depp þegar fyrsta Pirates-myndin kemur, eins og bara svona, what? Já, góðu punkt. Manstu eftir þessu? Já, það voru mjög margir bara, þessi Johnny Depp, hann bara nokkuð skemmtilegur, fólk, fyrir loðing, halló, allt saman. Sjáðu fyrirlinn. En já, það líka annar hlutur, það sem að hann ekki það stórt nafnana, hann ógeðslega góður leikari, búin að gera hellinga góðum hlutum, og það eina sem hann þarf núna, þú þarf bara að setja hann í nógu stóra mynd, og þá, hann hefur star powerið, hann bara hefur ekki audienceið. Já. Þetta var líka fyrsta Óskarstilnefningin hans. Ég var hann til Óskars fyrir þessi mynd, hann má ekki glemast. Ég var að glemma því. Veistu hver hefði samt líka átt að fá Óskarstilnefningu fyrir fyrstu myndina? Jeffrey Rush! Jesus! Ok, förum aðeins, Jeffrey Rush. Já. Af því mér finnst hann örugglega vera vannmennasti leikarinn og karakter í þessu myndum. Hann er Hversu góður er hann? Hann það besta við þessa myndir. Já, Barbosa? Já. Ég elska Barbosa, sko. Hann nefnilega uppáldið mitt. Hann er langt bestur. Já, hann meiri uppáldið þér heldur en Jack Sparrow. Ég tek undir það líka. Já. Við erum allir þar. Sko, overall, jú, en sko, mér finnst fyrsta myndin, besta performanceið, finnst mér vera Depp og Rush. Seinni myndin, þá finnst mér að vera Davenport sem Norrington. Þriðja myndin, það Rush. Fjórða og fimmta myndin, örugglega, þú veist, Gibbs í fjórðu, hann svo eini sem að, hann og Rush kannski, þeir voru með Pinocchio í þetta. Þeir eru einu sem slögt aldrei á sér. Þeir bara mættu. Og fimmta myndin, þar það Rush, Gibbs og örugglega stelpan. Kaja Scodelario. En já, ef við erum að tala fyrstu myndina, ef við erum bara að tala söguna sem við ætlum að fara í á, mér finnst þetta svo áhugavert að því handritið, ef þú bara verulega krifur myndina, bara alveg bara skoðar hana á surface level og kafar í hana, hún svo óþarfa vel skrifuð. Að hvað leiti? Hvað ertu með í huga? Hvað er það pæli? Bara eins og Máni myndist á hann, þú horfir á myndina, það ekki hægt að klippa neitt. Það skiptir allt svo miklu mála því við fáum upplýsingar á svo skrítnum stöðum á skrítin hátt, eins og exposition, við fáum ekki það mikið exposition, en exposition alltaf sagt eins og saga. Veist, eins og hvernig, hver sagan bak við Jack Sparrow á eyjunni, þá kemur Gibbs og segir Will Turner það, af því hann eini í þessum heimi á skipin sem hefur ekki heyrt þessa sögu eins og við, þannig nú fáum við að heyra sögun, en allt þetta með stjættaskiptingi hjá Will og Elizabeth, og Elizabeth finnst hún vera first í þessum heimi. Af hverju finnst hún henni vera first? Visual language, hún sett í mjög þröng föt, fattar þú? Og hafði í huga, þetta svona aðeins stærra þema í gegnum fyrsta þríleikin, sjóræningarnir, vondukallanir, þeir eru alltaf svona í óreiðu, mjög óskipulagt, breska keisaraveldið, það of stýrt, það of mikið að reglum, það of mikið stýrt. Þegar Jack hittir Elizabeth, hann bókstaflega sker upp korsasið, af því að hann frelsismadurinn. Þú sér Barbosa og menninir hans og sama með Davy Jones, það vantar svona physical línan sem skilgreinir hvað maður og hvað skrimsli, hún bókstaflega bara horfin á milli þeirra, því þeir eru orðnir svona skrimslamenn. Og á sama tíma þá ertu með Beckett, sem að reyna að kortleggja allan heiminn, hann vil, það ekki, heimurinn orðin of lítill fyrir menn svo Jack Sparrow, við vitum hvað allt hann vil, þú ert með eina hlið hérna sem að reyna að stýra öllu, þú ert með aðra hlið hérna sem að vil enga stýringu og báðar hliðar hafa rangt fyrir sér og síðan ertu með Jack Sparrow í miðjunni sem að gefur þér, hann það besta af báðum heimum. Það sem þeir gera þetta mikið í myndum þegar þeir þurfa að gera eitthvað svona hópa að góðagæðanum eins og í 300, þeir láta þá alltaf snúa frelsi, eins 300 spartverðarnir, þeir vilja frelsi frá persíumönnunum. Jack Sparrow, hann gefur Elizabeth ræðuna á eyjunni, þar sem að skip ekki það sem skipið mastið og það, nei, skipið frelsið. Og það það sem að Will Turner vill, hann fastur í þessu menningu sem hann tilur ekki beint, Elizabeth vill það, Norrington, þetta ástæðan hann uppáðs persóna mín,
hann maður veldisins, síðan missir hann allt saman og hann fer í hennan svona undirheim og þar, hann lærir ekki að meta það fyrir hann fer aftur í veldisheimin og þá sér hann í endanum að, heyrðu, ég þarf að gera það rétta og ég þarf að snúa baki frá þessum heimi sem ég er búin að, hann missir allt, fer aftur, nær því og síðan vill hann það ekki lengur. Hann kýsa að hjálpa Elizabeth í staðinn. Já, því þetta fer svona eins og í hvað hét hann aftur sem skrifaði The Hero with a Thousand Faces? Joseph Campbell. Þetta svolítið Norrington svolítið þannig fígur að hugsa út í að því hann, eftir honum stólpa niður, svona eins og Arthur eða eitthvað, eftir að hann næra öllu tilbaka í staðin fyrir að læra af því og færa sig áfram og hugsa hann aftur á bak og fer aftur í Royal Navy flotabúningin og svona, í staðin fyrir hei, ég ætti kannski að nýta mér allt sem ég lærið og eins og hann hefði getað beðið Beckett hvað sem þegar hann droppar hjartanu. En núna komið götuþekkinguna sem hann var of svona stífur fyrir áður sem einmitt, áhuga viðbót í það. En það við fyrstu myndina, þú ert með fyrsta myndin Willow Elizabeth Jack Sparrow þar sem keyrir þau áfram. Alveg, Elizabeth rænt að því hún segist vera Turner sem Will að því hún sagði bara eitthvað nafn að því hún var með peningin og henni rænt og Will, hann vill frelsa Elizabeth og hvað þarf hann að gera? Hann þarf núna að kynna sér hennan heim sem hann búin að vera svo mikið á móti, hann þarf að frelsa mannin sem hann hjálpaði við að setja í fangilsi og hann fyrirlítur sjóræningja en hann ekki að fara að ná að bjarga Elizabeth einn. Hann getur ekki að því hann skilur ekki heiminn og að því henni var rænt af sjóræningjum og hann reynir að fara til Norrington og segir, hei, Jack Sparrow þekkir þessa gæja, fáum hann en keisaraveldið þarna, þeir eru of stífir, þeir eru með svo mikið af reglum og svo mikið af fáránlegum hegðunum sem þeir bara fylgja því að þeir þurfa að fylgja þeim að þeir geti ekki gert það þeir eru fyrir sjálfum sér til að geta leyst vandamáli sín og það er líka svo gott því það kemur til að býta þau í afturendan í myndum með 2 og þess vegna finnur við Jack Sparrow sem maður, við tölum þetta með Batman og Shane og þetta útlægin sem að þú ferð ekki til hans þegar þú myndir aldrei vilja bjóða hann í borgina hennar en þegar þú þarft mann til að leysa vandan, þá þarftu hann. Og það Jack Sparrow í rauninni? Það Jack Sparrow. Það Batman, það Shane í Shane, það The Magnificent Seven. Þetta held ég besta svona Hollywood-sagan. Það þegar þú finnur hennan útlaga sem þarf að koma inn, hann bjargar málunum og síðan þarf hann að fara aftur. Hann ekki velkominn lengur. Þetta að kalla Jack Sparrow hetju? Já. Hann, ef þú vissir backstory á þessum karaktermaður, ekki telandi backstory sem hann fekk í 5. Nei. Ef þú vissir baksögun hans, áttavitin og hatturinn hans og nafnið hans. Hvar þetta, þannig út fyrir myndana established? Þetta eitthvað sem guttir að Terry Rossi og Elliot? Já, þeir náttúrulega, handritin voru töluvert lengri. Þannig að þetta byggt í rauninu á þannig upplýsing frekar að vera bara eitthvað svona fanfiction. Þetta ekkert fanfiction. Viltu fara aðeins í það? Þegar við erum komin í myndum með 2 og 3, þá vil ég tala miklu meira því það er það sem myndirna drukna í lóri af því að þú horfir á fyrstu myndina og síðan myndir 2 og 3 því 2 og 3 í rauninni 1,5 tíma löng mynd fattar þú? En fyrsta myndin, þar venjulegu maður þarf að kynna sér sjóræningaheiminn og myndum með 2 og 3 sjóræningaheimurinn bara komin til að vera núna við þurfum að sjá allt skópið, þetta svo mikið en þú talar að Will og Elizabeth það aðalkarakterinn í fyrstu? Já, það meira þess að til stef nefnd eftir þeim í soundtrackinu Will and Elizabeth, þegar þeir að skilmast í hann og Jack í fyrsta sinn en þetta kemur frá að þetta ástarsaga hjá Will og Elizabeth og þetta klassismann og allt það en það eru líka sjóræningar í þessari mynd og þeir þurfa að skilmast en mér finnst hún svo hún svo ógeðslega gott svona A-B, hún færi sig frá stöðum til staða en hún gera það svo náttúrulega, þetta ekki svona svo Rise of Skywalker þar sem þetta bara eða Pirates 5 já, þar sem þetta bara út allt en ég elska líka bara hvernig karakterarnir í þessum myndum eru kynntir að því við fáum alltaf að læra allt sem við þurfum að vita þessa karaktera bara frá fyrsta atriðinu þeirra við byrjum Jack Sparrow kynntur, við myndaðalinn niður við sjáum mann standandi á háum pramma á stóru skipi vindurinn dansandi í hárun á honum og síðan allt í hennu lítur hann svona niður og hoppar og skipið að sökkva og skipið tiny já, þetta svo falleg og dokkar þarna við og sérst að lenda í höfn
en hann unfazed yfir því að skilur skipið bara að fara á bátnum, hann bara eitthvað, þetta mín innkoma, gjör svo vel heimur, ég Jack Sparrow og mér finnst það svo gott. Það sem ég líka það lítið 30 sekúndna atriði þarna sem bara, þetta perfect writing, það þegar hann lendir á bakkanum og hann segir, gæinn kemur, það kostar skilding að leggja bátnum inn og hann svona lítur á skipið og síðan segir hann and I'm gonna need to know your name og hann segir, what do you say to 3 shillings and we forget the name og hann kemur, welcome to Port Royal, Mr. Smith og hann snýr sig við, finnur svona pingju af peningum sem augljóslega frá þessum gæja, hristur hana og setur hann í vasan, hann sem búinn að fá peningin sinn aftur ef ekki meira. Við erum búin að tala um Johnny Depp og Jeffrey Rush við munum tala meira um þá líka þegar líður þáttinn, en þegar þú segir ef þið eru sammála það að Will og Elizabeth, þetta svona sagan þeirra, sérstaklega í fyrstu myndinni fyrir aðalkarakterarnir, hvernig varstu ykkur leikarnir standa sig? Eins og ég sagði, ég held að allir sé að gera það besta sem þeim geta og þetta aðeins aftur í að þau eru aðalpersónurnar. Þú manst hvernig það var þegar Logi fór fyrst inn í Mos Eisley Cantínað, það Will Smith fer til Tortuga og hann sér í fyrstu Já, líka Will Smith Ert þú líka að hlusta á Will Smith biografíus? Will Smith Hvað sér ég, Will Turner fer hann fer til Tortuga og þar fer hann frá skipulagða Port Royal, getur ekki heiti betra nafni fyrir að vera það sem það í brjálæðið. Þú veist, bara sjórinningi heimurinn, halló, þú ert í Tortuga núna, þetta heimurinn sem þú þekktir að. Það verið að vekja gæja með að skvetta áfengi og með þeir sofa í stíu hjá svínum. Þetta verður ekki meira skítugra en það sem Will þekki nú þegar. Og hann blacksmith, hann oft með skítugar hendur. En þetta þú veist, eins og við fáum að kynnast Gibbs, sem æðislegu karakter. Hann var í byrjunni samt, ekki? Jú, hann kynntur þar, en hvernig við sjáum hann hvernig hann í alvörinu hann að kúra hjá svínum, hann svo fullur og já, samt með Will og Elizabeth sem aðalpersonur það eru svona litlir hlutir sem maður hugsa sem maður bara, já, eins og af hverju er Will svona góður að skilmast? Af því hann blacksmith. Já, en líka þegar við sáum hann í byrjun gera þetta með sverðið þegar hann að kynna það svo mikið af svoleiðis hlutum í myndin eins og manstu þegar við töluðum myndi í gær í enda fyrstu myndina þá kastar Will sverði sem Jack Sparrow lendir á þegar það verið að hengja hann. Þetta hefði verið fáránlegt ef það hefði ekki verið kynnt þetta fyrst þegar það skildust þegar hann læsti hurðinu með því að kasta sverðinu. Fattar þú? Já. Það búið að kynna þetta en við hugsaðum aldrei þetta setup eða ekki. Og aftur með upplýsingagjöfun líka út af hann er járnsmiður og þú veist, það hann basically bara lærir á sverðið eins og hún leiðist og þetta kemur fram í rauninni djóki þegar skilmast hann við Jack Sparrow og hann bara, you need to find yourself a girl, mate. Who makes all these? I do, and I practice with them 3 hours a day. You need to find yourself a girl, mate. You're not so unique, are you? En já, það eini maðurinn sem ég held að sé ekki að skila alveg rétt í fyrstu myndinni Jonathan Pryce. Hann góður í henni en ef þú berð hann saman frá fyrstu myndinni í andra myndina, það eins og í fyrstu myndinni hann hafi ekki alveg vitað hvað hann var í. Nei, hann veit ekki alveg hvaða mynd hann í. Hann fekk augljóslega bara, ég sagði þetta í gær við áhörnum, bara hvaða handrit fekk hann? hann fekk bara sínar senur og þú sér þann í endanum þegar hann með hendina í káettunni, þetta bara eitthvað svona slapstick comedy. Þetta bara Evil Dead 2? Já. Og ef þú berð það síðan saman við Pirates 2 þá hann orðin mikið alvarlegri karakter og finnst þú hann betri í seinni myndunum? Já, hann aldrei slæmur en ef þú horfir á 1 og 2 back to back þú sér, ok, hann veit núna hann búinn að sjá fyrst já, hann búinn að fatta þetta að því, þú veist, hvað ég elska bara í endanu þegar þeir eru búinn að sigra sjóræningana og þeir allir svona, hossa og fucking Jonathan Pryce lappar hann út með kollunum sína, hann svona svona mæma með þeim, svo fer hann upp að hennu sjóræningu svona skammar hann með puttunum þetta svona, hvaða mynd erst þú í? Var hann ekki svona meira pólisir sem væri svona með í fagnaðinu svona, góður já, nákvæmlega, en þetta rosalega skrítin hegðun en málið með hann svo bara instantly, bara frá fyrsta atriðun hans í mynd nummer 2, bara, ok, hann veit núna hvað hann það svona ok, en Keira Knightley, góð mjög góð. Já, alveg bara, hún 18 ára í fyrstu myndinu, við svo það. Já, það crazy. Þetta var magnað. Ég held að vera eldri en það. Hún lukkar aldrei, en pældi ég samt að vera, mér svo æðislega að sjá viðtal við hana í behind the scenes fyrstu. Hún fekk handritið
og bara svona hugsaði, þetta skemmtilegt, ég fæði að vera í kjólum og vera svona sæt og fín og eitthvað, síðan allt í hennu bara mætir hún að í daginn, herru, þú ert að fara að hoppa í sjóin núna. Og subsequently fór bara að leika í búningadramamyndum í massavís eftir þetta. Hún svona, við tölum þetta í gær líka, þú myndir aldrei sjá Jason Alexander í period piece, hann ekki með andlit fyrir það. Keira Knightley, þú getur ekki sett hana í nútímamynd, hún ekki með, hún með period piece andlit. Hún með þetta svona 40s. Já, hún bara með svona, hún einhvern veginn svona elegant, einhvern veginn. Þú myndir ekki sitja hana í, þú veist, mynd þar sem hún kennari árið 2021 og hún þarf að... Þú setur hann ekki Mission Impossible mynd. Nei. Sko sem mikill aðdáandi Domino sem vannmetinn, þá ég sammála þessu fulleringu. Hún bara... Þetta hennar... Klassískt lúk eitthvað. Já. En það sem gerir fyrstu Pirates líka svo skemmtilega bara, þú veist, plottið er náttúrulega bara hennan pening hana og það bölvun og bölvunin með reglur og það sem ég elska við hvernig myndin hönnuð að við förum á eiguna sem skildingarnir það búið að skera blóðið og allt það en það ennþá alveg klukkutíma og eitthvað meira eftir á myndinni, þau fara aftur af eigunni sem myndin á að vera að þau endi á. Þú veist, hún fer svona... Þetta mjög góða punktur, sko, þessi mynd alveg gerð líka, þessast fyrsta myndi, sem svar við klísjum sjóræningjamynda, mutiny búið. Við erum komnir svolítið svona í eftirmála fasan og þar tekur þessi mynd við og með því að freymar í kringum Elizabeth og Will, þá náttúrulega ekki sem með þetta típisku svona áhorfandatengingun, Will áhorfandinn, það kynna okkur fyrir dæminu, en ég fíla svo mikið að það bara eins og sé bara heil sería af bíómyndum með Rush og Johnny Depp sem við sjáum aldrei en við komum inn hér því að þetta þannig að það svona ákveðin svona laumil afbygging þarna líka á því það svo gott worldbuilding í þessum myndum bara insane. Já, ég sammála því. En Jeffrey Rush og Johnny Depp, gott chemistry. Já, og þeir Jack Fannst ykkur Jeffrey Rush fatta í hvernig mynda var að leika? Ó, já. Hann var búinn að sjá þríleikinn fyrir sér hann lúkaði sem var að skemmta sér alveg í bótt og ég sagði við þá off-air það alltaf tengt við það að þú ert að taka svolítið douche move í kvikmyndum eða þú ert að japla á epli það japlar enginn á epli eins og Jeffrey Rush í þessum myndum til að óna herbergi til að koma bara þessi gaur svolítið motherfucker en hann skemmtilegur. Þetta líka, þú veist, eins og hann, eins og Jack Davenport, eins og Kevin McNally þú finnur svona pínur svona elegant leikara, þú finnur svona fín pússaða menn en meira Kevin McNally og Rush, af því þeir eru að leika sjóræninga. Þú verður að finna svona háklassa stage actor sem eru svona að fara vel með sig, settu þá í sjóræningjabúning og sjáðu hvað þeir gera því þetta að fara í búning partur af performanceinu. Jack Sparrow fæðist miklu meira eftir að Depp komin í búningin, þá veit hann hvernig hann á að haga sér. Jeffrey Rush var örugglega með svona hugmynd hvernig Barbossa átt að vera, en svo hefur hann séð sjálfan sig í spegli í búninum og bara, þarna hann. Núna veit ég hvernig ég á að hafa mig. Gef mér epli. En finnst ykkur hann gleyma svolítið, svona á hverfi skuggan og Depp? Með pínu, mér finnst fólk tala meira hann þegar það verið að tala Pirates of the Caribbean myndirnar sem heildfattar á netinu og svona, en í svona venjulegum conversation, venjulegu spjallu Pirates myndirnar, það finnst mér engin minnast á Jeffrey Rush. Sko, myndirnar eru alltaf seldar núna sem Johnny Depp vehicles. Og það kannski rightly so, ég meina ég veit ekki hversu margir myndu kaupa miða fyrir The Jeffrey Rush Show, við 4 en hver annars en ég veit ekki, mér finnst þegar fólk að tala þessar myndir svona sem svona alvöru verk, mér finnst Rush mér finnst hann ekki vera það gleymdur, mér finnst hann fá alveg no credit af því að fólk sem maður veit hvað að leita finnur hann hana. Ef eitthvað myndi ég segja að í seinni myndunum mér finnst antagonistarnir sem þá Bill Nighy og sérstaklega Tom Holland mér finnst þeir einstaklega vanmetnir. Eins og ég segi, með Bill Nighy taktu svona klassi breyta og hendur honum í svona mocap outfit og segja þú ert kolkrabba maður og sjáðu hvað gerist. Ég fór bara að pæla í þess að því þegar ég horfði núna aftur að þér ég hafði ekki séð 4 og 5 ég var að sjá þær í fyrst skipti og ég hafði ekki séð hina bara í mörg ár og ég var aldrei svakalega hrifinn af framhaldsmyndurum þess 2 og 3 það breyttist núna Jú, það breyttist og ég var bara vá, fyrst að það skýt lúka og þeir eru drullu skemmtilega, þetta flott saga svo fyrir aðeins nánar út í með 2 og 3 og ég líka með svona nokkra punkti sambandi þær en með Jeffrey Rush
að því að Depp hann er svo sterkur karakter, litringur karakter, stór karakter. En þegar ég horfði það núna, ég var bara, Jeffrey Rush klálega uppáhaldið mitt. Barbosa. Hann svo góður í þessum myndum. Hann svo skemmtilegur. Þetta líka að spila svo, ég veit ekki hvernig hann nær að gera þetta og maður tekur honum samt alvarlega. Þetta er svo mikið. Þetta er góð leið líka til að segja yfir í Dead Man's Chest sem þá eru flest líka í fyrsta lagi ertu með aðalpersonar á fyrstu myndinni sem orðnir bara eiginlega næstu því sem, allavega Will, orðin útskrifaði sjóræningi aðeins lengra í land eftir með Elizabeth, en þarna ertu komið með setting þar sem að í rauninni karakterarnir orðnir aðeins meira larger than life, svona í líkingu við Depp úr fyrstu myndina, þú færð aðeins meiri svona playground til þess að vera pínu svona wild og crazy, sko, sem að framhaldsmyndar þess að tvær alltaf svo sannlega gera. Já. En fyrir það, ef við fara þessi Dead Man's Chest, vorum við með eitthvað meira fyrir fyrstu? Ég með aðeins meira fyrir fyrstu, sko. Það svona, til dæmis, hún gerir eitt sem J.J. Abrams þekktu fyrir að gera, en J.J. Abrams gerir það illa. Það mystery boxes. Það svo mikið af hlutum í fyrstu myndinni, eða bara í þessum myndum, það eitthvað sagt og ekki útskýrt, en stundum það útskýrt, en annars skiptir það ekki máli, af því að þetta var nóg mikið að maður var ekki að pæla út í, eins og við fáum aldrei að vita hvað áttavitan að Sparrow gerir í fyrstu myndinni. Það aldrei sagt, við sjáum bara meðan það bara sagt a compass that doesn't point north og eina útskýringi sem við fáum bara how can we find an island with a compass that doesn't point north? Nei, og þá segir Gibbs but we're not trying to find north, are we? Þú veist. Já. Það ekkert útskýrt. Nei, það bókstaflega einu sem við fáum að vita áttavita. Við fáum ekkert að vita til hvers hann En það skiptir alltaf í rauninu fyrstu myndinu engum máli. Nei, það það sem svo gott. En þetta merkjum það að handriðshöfundarnir, þessi tveir, þeir eiginlega hvað manna best, og þetta mjög sjaldgæft, það sem að þú ert með mynd, stóra mynd sem græðir, og þú gerir ekki bara eina framhaldsmynd, þetta tvær. Þú ert alltaf komið heilan þríleik út af velgengni fyrstu myndana. Matrix er alltaf mjög sterkt dæmi. Þarna fannst mér þeir retroaktively tvinna saman allar myndirnar við upplýsingar á fyrstu myndinni eins og þetta hafi allt verið planað. Eins og áttavitin til þess. Áttavitin er gott dæmi, svo meiri sér Jack Sparrow búin að vera með armband allar fyrstu myndina, svo kemur í ljós í einna framhaldsmyndum að hann með tattoo undir sem þjónar sögþræðinum. Það ekkert moment í fyrstu myndinni sem að Jack Sparrow hefði getað bjargað ef hann hefði notað áttavitan. Þú hugsar aldrei, en býtu, ef hann getur fundið hvað sem með áttavitanum, af hverju gerði hann ekki þetta hérna? Það aldrei neitt sem að þú hugsar þetta hefði getið verið lagað með áttavitanum. Og ég og þú höfum talað framhaldsmyndir hvernig næsti kafli getur enhansað fyrri og þetta nákvæmlega caseið. Það sem að þeir eru að spila í sama sandkassa nema það verið að bæta á hann en samt verið að nota upplýsingar hérna og þaðan sem að einhvern veginn búa til væntanlega bara lorið og gera líka svona rewatchið þeim meira svona eins og þetta sé eitt pakki. En að þeir tóku upp Dead Man's Chest og At World's End saman, eða back to back, en ekki fyrstu, finnst ykkur það samt passaleg þrjár? Já. Það gera þannig, já. Það bara blæða inn í hvort annað. Fyrsta myndin held ég að sé eina sem virkar sem alveg total standalone, en hún virkar líka mjög vel sem bara aftur í Star Wars, þetta New Hope, þetta bara first entry í stórri sögu eða standalone, þú getur tekið þetta bæri. Þetta bara, það smá kastalega í sandkassanum, en það ennþá nógu mikið að sand eftir. Skellkun orðað. En með fyrstu myndina þá þetta svolítið skemmtilegt ég Pirates of the Caribbean fyrsta myndin í rauninni það sem lét mig langa að vera kvikmyndagerðarmaður. Það var ég átti double disc DVD það var myndin og behind the scenes og einu sinni setti ég rangan disk í ég setti behind the scenes diskin í setti hann bara í gang og ætlaði bara að spila myndinu og ég ítti bara að play og þá byrjaði svona behind the scenes Keira Knightley að hoppa í sjóin og Depp að tala við myndaðal og svona, ég bara, hvað þetta? Og síðan kemur Johnny Depp klæddur venjulega, Jeffrey Rush, maður sem ég að sjá í fyrsta sinn úr búning, af því ég bara sé hann sem Barbosa, klæddur venjulega, en þeir eru í stúdíói, þeir eru með sverð og þeir eru að skilmast eins og þeir í myndinni, þeir eru að æfa skilmingarnar og sem 8 ára strákur var þetta mest fascinating hlutur sem ég hafði að æfa minni séð. Að því, maður vissi aldrei hvernig bíómyndir eru búna til en svo sér maður þetta og sér hann alltaf lappar Gore Verbinski og maður sér svona Gore Verbinski direktor og maður sér hann vera að segja fólki hvað þau var að gera og ég var bara wow, er þetta hvernig myndir eru gerðar og ég vissi bara strax mig langar að gera þetta En það væri líka að spura ykkur aðeins út í eitt eins og þú er lúkið eins og við tökum bara fyrstu myndina að ég var alveg svona pínu hissa því í dag maður er búin að sjá svo margar green screen myndir og svona hún virkar alveg eins og það við farið og tekið upp
út á sjó, Þeir gera það. Það gerðu það. í skipi, fannst þið? Á alvöru skipum. Já, en mér fannst það bara svo refreshing í einhvern veginn, hún er alltaf frá 2003, bara í dag, ég bara, vá, djúpa, það er áþreifanleiki, einhvern veginn. Við erum með punktum þetta með 4. myndina eftir. Já, En- þú sér líka annan, með það, pældi í því hversu ótrúlega auðvelt það hefði verið fyrir tölvubrellurnar, sjóræringjana, kolkrabbamannin í mynd nr. 2, þetta hefði svo auðveldlega geta litið fáránlega út í dag. Þetta heldst alveg. Það er ótrúlega. Davy Jones svínlukkar 15 árum setna. Það er eins og hann sé með texture á sér. Já, ég er 100% Hvernig? Það virkar eins og ég geti komið við hann. Já, algjörlega. Lengi vel hugsaði þetta sem bara standardið fyrir hvernig þú enhansar karakter með tölubrellum. Já, líka það sem gerir þetta svo brjálað er að maður heldur fyrst að því Davy Jones er alltaf í myrkri snemma. Hann er í dimmum locations, þú veist, úti á nóttinni. En nei, síðan í lokin hábjart og þetta svínlukkar ennþá. Maður er bara, what the fuck, sko, Þetta er líka bara svo, þetta er svo gott design, af því að þú sér þérna Stellan Skarsgård, hann er bara með svona krossfisk á andlitinu, af því að hann þarf að líta út eins og, þetta er leikarinn sem er að leika Papa Will, þú þarfst svona að sjá framan í hann. Þú sérð Bill Nighy í Davy Jones, en það er ekkert á honum hann nema augun hans. Og hann er mest svona skrýmsla lúkandi gæjan í allra áhöfnunni, Þessi talandinn. en hann er samt svo ótrúlega mennskur einhvern veginn í gegnum þetta allt saman. Það er magnað að sjá það. Ertu búið með fyrstu myndina, Óli? Eitthvað sem ætlar að koma með? Það er svo mikið hægt að segja. En eins og við erum bara búin að vera að gera, við erum búin að vera að hoppa fram, við erum búin að vera að hoppa tilbaka, þannig að ef ég man eitthvað Það bara kemur með það. á muni tala það. En bara eitt ennum fyrstu, ég verð að segja, þetta verður alltaf fyrir mér standardinn fyrir skilmingar. Það eru góð skilningadri. Mér hefur fundist engin mynd náð skilmingum jafn fallega og þegar Jack og Will skilmast í fyrsta sinn og þegar Barbossa og Jack skilmast af því það er verið að segja sögu þarna. Fá okkur nami. Já, þetta er að síðast að ég segi myndum að reitt, bara svona á meðan þetta ferst. Það er saga sem er verið að segja í skilmingunum, sérstaklega þarna. Við lærum allt sem við þurfum að læra um Will og hvernig hann slæst við Sparrow, en líka við sjá hversu sniðugur Sparrow er on the go, af því hann er bara aðeins að skilmast við hann, svona og segir hérna, ok, þú veist hvað þetta gera, en hvernig er fótavinna þinn, og hann svona, how's your footwork, og síðan ég ætla að stíga hér og næra að snúa sér, þannig að nú snýr hann að hurðinni, það ætlar að flýja, þetta er ógeðslega sniðugt. Will skýst þarna upp á prammanum, þannig að hann sker eitthvað og lætur Sparrow skoppa, þeir eru á sikkorum spýtunum og þeir eru að reyna svona sviss alltaf, en síðan gerir Will svona movement og Sparrow hoppar yfir, hann plataði hann. Og hvernig enda skilmingarnar, Sparrow hendir hérna, hvað er þetta bara moldi eða eitthvað, hver er hann að hendi í hann? Ég er ekki að henda sandi. Já, sandi framan í hann og sparkar sér hann með að byssu, hann svindlar, en með það sem ég er svo áhugavert, ég horfði svo ofta á Barbossa vs. Jack skilmingarnar, að því þetta byrjar á að Barbossa er allan tíman on the defense þegar það þarf ekki eins og að vera, hann getur ekki dáið, en leið og Sparrow sker fjöðurinn á hattinum hans, þá byrjar hann að slá ógeðslega fast, að því honum var svo sama, fattaru? En síðan fer þetta í hattinn, ok, heyrðu, nú er það persónulegt. En meira segja, jafnvel þegar þeir vita báðir að þeir eru immortal at the moment, þeir eru samt ennþá að skilmast eins og þau sé að reyna að drepa hvernig að því skilmingarnir eru ennþá með lethal intent, þú veist, treyfingarnir, ég hef hort á þetta svo oft. Það er eiginlega sko, það er eitt af því, ég hef fáeina svona beefs við fyrstu myndina. Ok, hvað er það? Til að mynda, neða, mér finnst fyrsta myndi fín, ég vil taka fram. Skemmtileg mynd, jú, hún er mjög hnitmiðuð. En hún er náttúrulega hangandi á ástasögu sem ég finnst ekki persónulega nógu sjarmerandi. Mér finnst vanta aðeins meira sem að ég svona á þeim tíma gæti ekki alveg átta mig á hvað það var fyrir í rauninni Gore Verbinski og teimi tók það lengra með seinni myndunum. Þá svona fór ég að fatta, jú, ok, þú veist með allar svo upplýsingar, með visualgildi og líka bara einhvern veginn, allt einhvern veginn raðast rétt saman, en það er líka svona, mér finnst bara meira í hinum myndunum, hinum tveimur, svona eins og ég, það er bara aðeins meira crazy. Finnst þið tvö líka betur en fyrsta? Já, ok. Absolutt. Bara, og bara bæði tengslu við, sko, bara hvernig action-koreografið er, sem er alltaf, sko, það er sturlað. Ég ætla að gefa hérna, Dead Man's Chest það, hún er sennilega, hún hefur bara einhverja flottustu sekvensa bara, þú veist, þessa aldar líka við. Sko. Hún er mest swashbuckling að möttu. Já, nefnilega, þegar þeir eru að skilmast hérna í hjólinu, þetta er geðsjúkt og þegar fólk hefur verið að tala um að sko, það er einhvern veginn
ekkert creativity í framhaldsmyndunum eða einhvern veginn, það bara svona endurtaka fyrstu myndina eða hvernig sem að svona mítan segir það þarf virkilega að gefa mann að sens. Svona svipað þú gerir og sér bara, wow, þetta eitthvað, þetta texture. Og ég fíla líka bara örkina hjá, eins og mér finnst Will og Elizabeth ekki vera orðin fulli svona kjötaðir karakterar þegar þeir eru komin í meira turmoil við það að fara full sjóruningi og alls konar. Þetta er náttúrulega bara því Elizabeth er rænt og Will þarf að redda henni, bjarga henni með hjálp annars manns, þannig að mesti fókusin fer á The Capturer sem er Barbossa sem er með hana í gíslingu og svo erum við með sá sem Will fær til að hjálpa þeim sem er Sparrow, þannig að auðvitað þessir tveir fá mesta fókusið þarna. En til að bæta við það sem þú segir sem að stöða mig svona pínu, það er alveg bara sko, á handriti finnst mér, ég get ekki sett út á fyrstu mynduna, en hún hefur samt eitthvað pacing momentum issue fyrir mig sko. Og gott dæmi það er einmitt í þessum loka skilmingum og það er einmitt þetta, þeir eru að skilmast og það er einhver dans þarna, en ultimately og það er ekki fyrir að Barbossa segir það bara eitthvað, þetta ekki svolítið gagslaust, við getum ekki dáið, af hverju erum við að þessu? En við erum samt búin að vera að horfa á skilmast í 5 mínútur, mann svona, Já, en það er að þeim langar að besta konan, eins og Barbossa segir náttúrulega bara, you can't beat me, Jack. En síðan fattar hann að Jack er líka orðinni mortal, það er svona haldar áfram að skilmast að því Barbossa hann getur ekki að því ég get ekki dáið, en núna kannski, Jack Sparrow er ódöðlega líka núna og hann er rosalega fær með sverð, núna þurfum við að skilmast að alvörunni. Var þetta eitthvað tippakeppni bara? Já, það er svolítið. Af því þetta er, hann dettur hérna, Sparrow er með hann basically niðri á jörðinu og segir, so what now, Jack Sparrow? We're to be two immortals locked in an epic battle till Judgment Day and trumpet sound. Og svo horfir Sparrow á hann og segir, or you could surrender. Og síðan halda það áfram að skilmast. Þetta snýst kannski bara líka filler, sko, eins og þetta, sko, ég var nána, sko, þó ég horfði hana nýlega, ég var náttúrulega búin að gleyma þessu með Governor Swan og höndina, sem er bara svona, já. Það er skrítið. Þetta virkar svo filler, en samt á sama tíma ef þetta væri ekki, væri bara svona, hvað að gera við Governor Swan sem karakter? Eitt annað gott við þessa myndir, sérstaklega 1, 2 og 3, aðalega samt, við tókum mest eftir þessi 2, það er að við vitum alltaf hvað þessi karakterar eru. Já. Og mér finnst það magnað af því það eru billjón karakterar í þessum myndum en við vitum alltaf hvar þeir eru staðsettir. Er þetta ekki leiksturinn? Jú. Það er bara... Það er leiksturinn að þakka. Svo líka sko þegar við erum komin yfir í Dead Man's Chest sko svona einmitt auka hlutirkinn sem voru eiginlega bara svolítið svona hér og þar í fyrstu eru orðin svo vel tálkuð eins og til dæmis bara hérna Pentel og Ragetti, hérna Mackenzie Crook og hvað heitir hinn? Ég man það ekki. Sköldugæinn. Já, dúið þeir tveir og líka sko eins og Gibbs er orðin eitthvað meira svona þetta er einhvern veginn, kannski er þetta bara farin að gróa svo mikið á mann, kannski er bara frammyndan í framhaldsmyndunum, þetta er companion piece, þetta er ein saga, hún er bara eitthvað svo nuts, að mér finnst svona embracea meira þetta er líka af því sem ég vil sjá í svona Bruckheimer mynd. Pirates-myndinar eru líka hérna, við tölum þetta í gær, þetta er hérna örugglega seinustu stóru myndirnar þar sem þú ert með svona character actors sem extras. Þú veist, eins og hérna, þegar þeir eru í búrinu, í hérna byrjunum á 2 á Eyðeyjunni, gæinn í hinu búrinu, þannig að, oh dear, og það tekur snákana, þetta move hérna sem hann tók hann með puttunum, þetta er svo mikill karakter. Af því hann hefði bara getað og bent, en það er not really, we would only need 6. Já. Oh dear. Og líka bara svipurinn á mannin sem neitar að sigla lengra með hann, maður ekki hafa bara ef þú þýðir það sem hann segir, því hann tala frönsku við hann, það er eitthvað hann er að segja, I'm not going there are savages on this island, eða eitthvað svoleiðis. Ok, ég var farið 2 aðeins. Já, ég til í það. 2 kemur út og hún er risastór, huge. Og hún kemur hvað, 3 ára senna? 2006, já. Ok, og Tommy, manstu hvernig það var? Já. Ég sakna Háskólabíós, Stóra salis, ég sá hana þar, fullur 900 fucking manna salur, allir að pissi í sig að spenningi, bara hérna er næsta Pirates-mynd og skópið á svona mynd er svo gigantíst að þú þarft Stóra sal í Háskólabíós til þess að manna þessu svona og það var svo gaman og myndin tekur alveg skilu og meðan fyrsta myndin tók sensa, ég veist, seinni 2 myndin taka alveg sensa. Hvernig þá? Fyrir það fyrsta, ég meina, það er basically verið að drepa aðalkarakterinn bara strax í mynd nr. 2 eftir hetjubardagan og líka einmitt bara eins og
það er verið að handtaka Will, Elizabeth og Norrington sem eru hetjurnar í fyrstu myndinni, en núna er þetta, heyrðu, þið hjálpuðu sjóræningja og þið frelsuðu hann, þið eru glæpamenn. Það er svo gott! Og líka sko bara, mér finnst, og með við það hvað söguþráðurinn, sérstaklega Dead Man's Chest, er mjög mikið bara, þau þurfa að fara hingað, ná í lykil, ná svo í kistu. Þetta er bara fetch quest mynd, en djöfusins veistla er þetta quest. Þetta er einmitt svo svipað að vera að tala með fyrstu myndina að þetta hefði getað orðið bara rosalega plain. Þarna er einhvern veginn sé til þess að sé ekki rammi að sena fara til spillist, eða aukaleikari. Mér finnst, Verbinski og teimið, þau voru kannski bara, það er eðlilegt, þú ert að taka séns að þú ert að gera fyrstu myndina, þú veist ekki alveg með fully mappaðan tón, eins og við oft talað góð meistaraverk, eða bara eins og orginal Star Wars, þetta gerir svolítið fyrir slisni. Þú veist ekki nákvæmlega hvað þú ert að fara að gera eða enda uppi með, en þegar þau eru komin í Dead Man's Chest, þú fannst alveg awareness fyrir því að þau vissi nákvæmlega núna hvernig stefna var cirka, þannig að það var meira svona svigrúm til að leika sig með það. Þetta er líka... Og með passioni, það er ofar öllu líka sem skiptir máli. Oft eru framhaldsmyndir ekki með svona added passion á bakvið þær. Nei, og það er líka sko að því Dead Man's Chest gera það sem framhaldsmyndir gera rétt, sérstaklega á þessu skópi. Það eru 3 svona kritería, það er heimurinn þarf að vera stærri, hættulegri og skíturi. Þetta er eins og að fara á New Hope yfir í Empire Strikes Back. Hérna varstu með, þú veist, svona eyðimörk og plánetir sem sáast svona rosalega vel og semi-hrein sett og allt svona clean, fíni litir, en síðan í Empire Strikes Back þá er Luke í fucking fenjum, hann er í svona swamp með Yoda, þetta er svo ógeðslegt. Og þeir skipta aldrei vatnið í settinu og þetta var 4 mánuð upptakað eitthvað. Ég er fegin að þú myndist á þetta mynd, þetta er svona mín pet peeves í bíómyndum, það eru ofsnirtilegir karakterar í setningu sem bjóði ekki upp á það. Það er svona að horfa á stríðsmynd og allir eru skilin greinilega nýbúið að smika á fyrir tökuna, en í Pirates allir eru svo skítuð og ég elska það. Jafnvel hreinugæjarnir, Cutler Beckett, þegar hann er að tala við Elizabeth eða Will, hann er með svona, hann er ekki með að raka sig í 2 daga, hann er með pínu svona stubble og hann er lávarður. Þetta pyrra mig sérstaklega í vestrum, þeir bara nei, þeir væri sveittir þann dag, skilur, og hærismyndarinn mitt, það er þarna ekki með texture. Og líka margir með ljóta tennur, gula tennur, þú veist, það er alveg bara... Sérstaklega eins og bara lukkið hans Norringtons, hann er alltaf bara svínast í, hann er alltaf ennþá pínu í jakkanum hans fattar. Þegar Elizabeth er að tala við Jack á bryggjunni, hann er bókstallega grænn í framan. Hann er með eitthvað græna leðið eitthvað í framan og hann er bara svona ælandi hérna. Ég hef aldrei tekið eftir þessu, en að ég hef aldrei hort á þetta með það miklu uppsnerpu, whatever þetta heitir. Háskerpu. Will Smith. Will Smith. En já, hann er bara grænn í framan, bókstallega. Davy Jones. Er það góða villen? Þvílíkt fucking introduction, maður. Allir í þessum myndum er oftar en ekki gott introduction. Það er ekki málega. Jú, Cutler Beckett í byrjunum, hann er á hestbaki á árabát. Þetta er eins og George Washington. Og hversu góð leið líka til að sýna authority. Þú mætir inn í fyrstu senuna í framhaldsmyndinniðinni og hann handtekur fyrstu aðalkarakterina bara á staðnum. Og ég ætla bara að send it, bara hang for death. Ég elskar líka bara hversu cheeky hann er það. Bara, here's the warrant for arrest for Will Turner. Nei, þetta er þín. Já, og síðan alveg, this is for Elizabeth Swann. Oh, sorry, that's annoying, my mistake. Here, arrest her too. Og síðan, here's the one for William Turner. The penalty is also death. Og þú sérði hérna í escalationinu, aðeins í það sem við vorum að tala áðan, villinarnir, það er mikið meiri óreiða í Davy Jones og hans fólki en það var í Barbossa og það er þú ert með Port Royal og það er svona ofskipulagt svona samfélag, en í endanum þá getur þú getur talað við Norrington og þú getur sagt, getur við ekki gefið Jack bara 1 dag. Já. Cutler Beckett kemur bókstaflega frá Englandi, þú getur ekki talað við hann. Nei. Hann er frá jafnvel skipulagðara samfélagi sem er jafnvel lengra í burtu og jafnvel fjarlægra þessu öllu saman. Og hann er líka tengdur við East India Trading Company. Ó já. Þannig að þetta eskaletar á þessu þema frá upprænalegu myndinni. Þetta er svo mikið bara, núna eru komna reglur og það eru hér til að vera. Og áðurinn að allar þessar hliðar klasja sem gerist gloriously í þriðjumyndinni, þá er nú með töðslega bara svona að leyfa sér að vera einmitt, eins og þetta er svona fillermyndin innan gæslabæðin, það er svo mikið í gangi. Þegar ég sá með Dead Man's Chest fyrst, ég velti við mig hvort að
það væri eins og tilgangur í því að hafa þarna, þú veist, Mannætu-eyjuna og Jack Sparrow þarna, skilur, settir þarna sem kóngur þeirra. En í rauninni þetta samt reference í fyrstu myndina, svona issu það ekki, þú veist, hann talar að hafa farið eitthvað þegar þau gerði hann á kóngnum, en þetta líka síðan á spári, þetta aftur upplýsingar á hans að segja út. Já, alveg rétt. Þarna er verið að tala hörðu ekki bara til þessu? Hann talar þetta þegar Elizabeth dettur, and then they made me the chief. Já, og þannig að þetta fittar inn í það, og svo kemur þetta að þú þarft að finna fyrir því að hann er ekki óhulltur á landi. Hann er að flýja þetta krakkan á þessum tíma. Hann getur ekki bara siglt og verið frjáls á hafinu. En svo bara hvernig hann fer, þá er hann bara, hann er fucked allstaðar og ég elska það. Og þetta er góður filler. Þetta er góða punktur. En í raun eftir bara svona að horfa á mynd sem hefur sögðu það sem fólk bara, þessi fyrir hingað, og það er saman. Og það líka kemur aftur í endanum þegar hann er að sigla árabátnum, hann er að skilja þetta eftir, hann lítur á eyjuna og hann kýs að fara aftur á skipið. Já, að því eyjan er fangelsið, svarta perlan er frelsi, hann minnist það í fyrstu. The Black Pearl is freedom. Já, þetta er góða punktur að Tóma, ég er nefnilega að því þegar ég horfum hún aftur á þér, það eru 2 atriði sem svona bögguðu mig. Ok. Og eitt af því var með þetta Mannætu-atriði. Þetta leiði eins og þetta væri bara svona, í hvað myndir er komið núna? Já, líka bara af hverju er þarna? Já. En ég var bara ekki búin að fatta þetta er mjög góð punktur. Það þarf að sýna það, hann er ekkert óhulltur á landi. Hann getur ekki bara farið í land og bara, hei, þetta er allt í góðu. Og líka, þetta stendur undir því að hann er allræmdur eiginlega allstaðar. Já. Hann getur ekki bara falið sig. Nei. Og það er historia og það er skuldir hjá öllum. Alltaf eitthvað óuppgert. Þegar Will er að leita á hann, it was before the balloons. Heard he was dead. Og bara, Jack Sparrow, I haven't seen him in a month. If you meet him, give him this message. Og slæri Will utanundir. Þetta er bara svo, hann getur ekki farið neitt. Þannig að hann fer á Mannætu-eyju. En bara moment fyrir krakkensinnunar. Þetta er gott bíó. Ég man samt, mér finnst ógeðslega fyndið að jafnvel pínu litla dialógi hjá gæjanum sem fer með hann á eyjuna, að það er með bara pínu lítið payoff. Hann sagði það er eyja sem hann skipti kryddum fyrir lamb pork. Og síðan þegar Jack er að leita einhver svona til að koma spurt, þá finnur hann svona litla krukku af kryddi, papriku, og það er East India Trading Company var þetta er það sem gæðan var að tala um. The Spices. Og ég bara svona, djúvel er þetta sniðut. Það er aldrei hægt að taka frá Ted Rossio og Ted Elliot og Terry Rossio, já. Að þeir grömsu í sínum eigin verkum. Þeir alveg lögðu pælingar í þetta, það er passion hana. Ég elska eins mikið og ég hrættu við sjóin The Kraken, þetta er bara hryllingsmynd fyrir mér, sko. Ég er að segja, sko, og þetta er svo fullkomlega byggt upp, þú veist, þetta er tekið fram strax, bara ok, þetta er tekinn klokkið svolítið, og við sjáum, sko, fyrsta kynningin af Kraken er bara risað viðskott af skipi, aðeins bara eitthvað svona tóa niður. Við sjáum eitthvað undir sjónum. Já, og svo kemur, þannig að þegar Will er hann borð þannig í hinu skipinu, sem hann er búin að koma sér inn í, þá kemur alvöru terrorið. Það er undirstrikað af bara orgel, booming, tónlist þannig sem að skilja þetta er bara alltaf að fara til helvítis, sem er að stilla upp fyrir því klæmaksin. Og klæmaksin er ekki einu svona skilja, hann er ekki komin, við erum heljarna klæmaks á eyjunni, það sem er að finna kistuna, en þú veist að það er looming Kraken hana eftir, og þegar það kemur, og síðan eins og talað áhættuna, þú að í bíósalunum mert bara eitthvað svona, já, ég meina, Jack er í lagi það ekki, það er tilfinningi sem ég skildi næstu eftir. Það er líka svo gott hérna þegar fálmararnir hendurnar hans fara niður og þeir hitta skipið þá fer orgelið í gang. Það er eins og hann var að starta tónlistinu sinni. Þú sér, hann er að kreista skipið bara eins og eggjaskip. Hei, er það callback í atriði þegar Will var að reyna að ná í lyklinu og hann misti einn af fálmurunum á orgelið? Það er líka, hversu bíla er það? Það er ekta. Þeir slepptu í alvöru með einhverju svona súlum á eitthvað skip og mölbrutu það. Já. Það er ekkert feik, sko. Þeir náttúrulega tölvubreyttu gæðunum í svona fálmara. Þeir brutu í alvörunni skip í tvend. Það hefði verið svo auðvitað að tölvugerir þetta bara. Já. En, ok, ef við erum að tala um 2, það er eitt hérna sem mér finnst svo æðislegt að í fyrstu myndina lærum við Papa Will, og síðan er hann karakter í myndum 2 og hvernig sjá hann er bara einhver rótin fiskakall og hann kemur sögurþræðanum formlega í gang nánast í runni í 2. Time's up, Jack. Hvernig fannst ykkur hann? Bootstrap builderinn, þetta er æðislegt performance en eins og þú segir hann og Orlando Bloom eru bara ekkert líkir. Tala he's the spitting image of old Bootstrap Bill. Ekkert eins. En þetta er ógeðslega flott performance. Ég hef rosalega gaman að stella hann Skarsgård í myndum 2. Við tókum eftir því þegar hann er að fara
svipa vil. Já, eftir hvað, fyrstu tvær, eftir svo fyrsta gott. höggið. Það rigning að hellast niður á hann, en þú sérð samt að hann að gráta. Þetta svo gott. Það í gegnum lítra og lítra af rigning. Er ekki Stellan líka bara alltaf góður? Hann er góður. Ef þú vilt eimd í augunum, þá færið Stellan Skarsgård. Eða Gary Oldman. Hann með blúra augu. En af hverju segir þú þessi þín uppáhaldsmynd? Óli, af hverju hann betur en 3 og fyrsta? Það er bara swashbuckling adventure galore. Viltu swashbuckling á, þetta er svo mikið svona eins og gömlu Sinbad-myndunar, hann að Ray Harryhausen. Þú veist, það er mannættu eiga, en það er líka hann fiskafólkið og svo ertu með hann að skipin 2 að slást og skip sem fer undir sjóun og upp og krakken og... Það er bókstaflega atriði þar sem að vil hægir á fallið með að stinga í segl og draga sig niður. En á sama tíma er þetta mynd sem gefur sér tíma fyrir eitthvað svo abstrakt atrið eins og hann að Liar. Já, Liar Dice. Liar Dice, já. Þetta er svo góð sena. Masterclass. Er það að tala um þegar þú eru að spila? Já, masterclass í screenwriting, þetta atriði. Af hverju? Þú þarft ekki endilega að skilja leikinn til að vita hvað er að gerast. Af því þeir treystaði nóg mikið með hvernig karakterinn er að bregðast við, að þú svona logically leggur það saman hvernig leikurinn virkar. Ég gerði það sem krakki, ég skildi hvernig leikurinn var af því hvernig þeir eru allir að bregðast við. En sem gerir þetta svo gott er Will skorar á Davy Jones, sest niður og hann bara, ég vil fá hana lykil og hann fær að sjá hvað lykillinn er. En sem gerir þetta svo gott er, þeir leggja krukkurna niður, en síðan allt í einu, búm, þriðja kemur, Bootstrap Bill, og hann fer á milli, hann er búinn, Will Turner getur ekki tapað þessum leik, af því hann er á eftir Davy Jones, og pappans Will er á eftir honum, og eini sem getur kallaði lígara er gæinn sem er á eftir þér. Fattaru? Leið og Bootstrap setur sína krukku niður, Will Turner getur ekki tapað þessum leik. Þetta er masterclass. Það er bara... Ok, tölum aðeins um Davy Jones. Vilt þú ert með eitthvað? Varstu með eitthvað? Hann eiginlega sagði þetta allt bara plain ljúð. Þetta er bara, skilur, þetta er mynd sem er ultimate, þrátt fyrir sjónarspilið og allt þetta, og pældi ég að vera bara leikstjóri eins og Gore Verbinski og segja bara, ég ætla að nota eða mörg $1000 í allt þetta effectswork á Davy Jones fyrir basically svona Battle of the Wits, svona hljóðláta senu sem er samt tense as fuck, skilur, með við stakesinn sem er í gangi. Þetta er ekki bara líkill og kista, þetta eru risa persónuleg stakes sem þessi mynd þarna er að spila með og mér finnst það svo gúrme. Tókuður ekki teningarleikin, var þetta ekki eitthvað sem krakkarnir að Gore Verbinski leikur sér í? Þetta er gamall sjóræningaleikur. Já, en hérna, mér minnir í behind the scenes að hvort það hafi verið eitthvað screenwriterunum eða eitthvað. Það er einn af þeim, af því einn af þeim kann leikinn utan að. Einn af þeim átti hugmyndina að leiknum. Já, ok, þá höfður hann var að útskýra að krakkarnir hans og hann spili þetta eða eitthvað svoleiðis. En það kemur út eins og hann get ekki tapað en Will Turner samt tapar. Já, næstu konar segja Will Smith. Það kom í lofti. Þetta gerðist að því að þið voru að tala um senuna á bryggjunni þar sem hann er Mr. Smith. Já. Ég held að þetta var að því hann er Will Blacksmith. Hann er Blacksmith. Já, hvort ekki kemur til greina. Ok, Davy Jones. Útlitað á hann því hann er tölvugjörður. Þegar sem tölum á hann, ótrúlegt hvað þetta eldist vel. Og bara áöfnina hans og svona. Hvernig voru það Field of Flying Dutchman dæmi og allt það? Elska þetta, sko. Þetta er gott. En eitt annað sem er einhvern veginn aldrei minnst á varandi pærismyndar eru þessi litlu skot inn á milli sem er að springa í gæðum. Eins og skotið af Cutter Beckett á á hestinum á litlum árabát. Þetta er, 2 sekúndur? Já. Og síðan þegar skip er að fara úr höfn, hann að skipið sem Elizabeth er búin að brjótast borð á, við fáum bara full mastrið að fara niður seglin, bombastic tónlisti, sjáum skipið sigla út úr höfninni og síðan er köttað á krúið að vinna á skipinu, í staðan fyrir við hefum bara getað byrjað á skipinu. En þetta fær bara sitt eigin entrance. Og eins og það er hardcut yfir eftir að við kynnumst hvernig Norrington er núna og hún Elizabeth segir, what has the world done to you? Síðan allir eru við bara orgelspil og krúið á The Flying Dutchman er að vinna hörðum höndum, en hvað er það fyrsta sem við sjáum áður við sjáum krúið, við sjáum skipið og það er brjáluð orgeltónlist í gangi, hard cut yfir í Davy Jones að spila á orgelið. Þetta þarf ekki að vera í myndin, en hann er í tárum, það er eitthvað lokkið, svona hjarta. Nei, hann er ekki í tárum ennþá. Ekki ennþá, nei.
En þú veist, En það er intensity já, í hann að spila á þetta orgel eins og a man possessed, hann bara þetta þarf ekki að vera þarna, en þetta er þarna, my god. Annað gott svona er þegar þeir eru búin að sökka skipinu sem Will er á, það atriði endar á, við sjáum kjólinn sökka í vatninu. Já. Og líka fáum smá glimpsa á þetta Kraken. Bara pínu. Já, við fáum að því Will fer í vatnið og hann sér það Kraken undir vatninu, en þetta lítur ekki út í svo neitt. Því að þú ert bara að sjá þetta frá einhverju sjónarhorni. Já. Það er svona töff skot. Það er rosalega gott. Spáði hvað Gore Verbinski er góður í að konveja mikið pathos í svona grátandi hörðum mönnum. Við erum búin að nefna mér þetta geggja þetta með Stellan Skarsgård og svo ertu með mér þarna sem að þetta er einu að vera að byggja upp mjög crucial moment í byrjun á 3. myndinni, þar sem hann er possessed yfir orgelinu, en svo seinna meir er hann komin eiginlega á þyngri stað, sem Davy Jones, og hann er að spila og hann verður vitni af einu stöku tári og verður tjúlaður þegar hann sér svona hvað þetta quest og allur þessi leikur er að gera. Svo er þetta fyndi, ég var búin að steingleyma í fyrstu myndinni, þá er David Jones nefndur nafn. Ég var búin að steingleyma Já, David Jones Locker. Þannig að það var svolítið fyndið sko að þegar þú varst að tala Tommi aðan, að þeir ná einhvern veginn að tengið allt við fyrstu myndin eiginlega óvart og þeir voru örugglega ekki að klára loka draftið á fyrstu myndinu voru bara eitthvað, hei, þegar við erum komin að 3. þá verður Elizabeth Pirate King, þeir voru örugglega ekki þar. Það er líka svo aðeinslega að í atriðum sem Davy Jones myndir á nafn, það er atriða sem er að tala Bootstrap Bill Turner þegar hann var og ég er bara svona, wow, og það er actually, og það tengist að því hann er núna partur af krúinu. Þetta er svona, þegar þessir 2 menn eru myndir í sömu sögu og næsta myndin þá er það bara kynnt bara, hann er núna partur af krúinu, fuck. Hver er aðalpersonan í Dead Man's Chest? Jack Sparrow. Ég myndi segja þetta svona basically píramíti af það eru 3-menningarnir sko, það er þau 3. Mér finnst að vera að fara því overlappa þannig að þau eru öll með sikkort gólið. En þetta er miklu meira fókust á Jack, nú við erum að leita á honum, við byrjum á honum, við fáum miklu meira af honum sem slíkum, þetta er líka eina myndin þar sem hann er með full control of the Black Pearl í gegnum alla myndina. Þetta mynd gerist bókstaflega út af baksögunni hans. Þetta er bara skuldiðinu komin aftur. Já, það er svo gott, ég talaði þetta í gær. Ok, hvað er það sem Jack gerir alltaf í fyrstu myndinni? Hann segist alltaf vera Captain Jack Sparrow, Captain Jack, en hann er ekki með skip. Svo þegar Davy Jones kemur að kollekta skuldina sína og segir you have been captain of the Black Pearl for 13 years. Og hann segir, well, technically 2, but then I was viciously mutinied upon. Og hann segir, well, you are a poor captain, but a captain nonetheless. Have you not introduced yourself all these years as Captain Jack Sparrow? Þú veist, þetta character quirk er núna komið tilbaka svo blöð tuska. Já. Þú ert búin að kalla þig kaftin í mörg ár. Og ef þú skildir hafa gleymt því, engar áhyggjur, þegar myndin byrjar og Beckett er að tala Jack, þá segir hann bara Jack Sparrow og Will og Elizabeth segja Captain. Svo að þú manst eftir þessu, af því að það er payoff af þessu seinna. Það er bara verið að slá hann utan fyrir að vera að kalla sig kaftin í öllu sár án skipsins. Og segir líka svo mikið Will og Elizabeth að þau eru farin að stökkva hann til varnar á þessum tíma, þetta byrjum mynda nr. 2, að það er komið þetta tröst versus það hversu, sérstaklega bara líkt á ferðalagi sem að Will hefur tekið frá því að viciously hata það sem hann skildi ekki sem voru sjóræningjar yfir í það að journey hans alveg út og frá með Dead Man's Chest er ekki bara hann orðinslíkur heldur hann er persónulega fjölskyldubundin stakes við þetta sem að kemur honum aftur allt kemur að karakterum eins og blöð tuska í mynd nr. 2 og upp úr og það er geggjað. Pæla líka í því með hann Norrington. Það er engin ástæði fyrir að þessi karakter ætti að koma fram aftur eftir fyrstu myndina. Þetta er svo mikið bara svona, þetta er svona hinn gæinn sem að Elizabeth kaus ekki. Nei, í seinni myndinni, hann hefur fullt ark og hann kikkar af stað 3. myndina því hann lætur Beckett fá hjarta. Hann líka bókstaflega stelur myndinni. Ég elska þennan karakter og þennan leikara og ef það er einhverju hlustundur áhörður sem að munið til þátt coupling Horfið á þá. Ég dýrka hann að leikara síðan úr þeim og það er satt sem maður segir, hann stelur svona mynd. Óli sagði það. Við erum alltaf sammála. Nei, hann bókstaflega stelur myndinni. Myndin heitir Dead Man's Chest. Hann stelur henni í lokinu og hann tekur hjartað. Ef það er maður sem stal myndinni, þá er það fucking Norrington. Finnst ykkur hann vera svona sterkur karakter? Já, mér er synd að hann var ekki. Það er það eina sem peggar Pirates 3 niður, hvernig hún fór með Norrington.
Já, sko, mér finnst hún fullkomlega klára arkið hans þar sem hann kýs að verja Elizabeth og hann kýs að bróta alla reglunar fyrir konuna sem hann elskaði en hann var ekki nóg mikið í henni. Nei, en það ætti líka að hafa verið á Maelströmminu. Já. Hann hefði átt að vera í loka bardaganum með öllum. Já. En ennþá í fötunum einu sem að gera að kasta kollinum, fattar þú? Já, þess vegna. Hann hefði mátt vera með þeim í Maelströmminu, það er rétt hjá þér. En Kraken skrimsli? Já. Þið voru aðeins búin að tala um það. Spennandi. Já, þetta er mín versta martur að koma trú, sko. Óli er með svona sjófóbíu. Ég er enda deilir í Hefur ekki miljónastalið farið með Herjólfi og ert alltaf bara svona gríparmar. Jú, ég fæ panik að ekki Herjóli, sko. Þú er samt á vatninu, það er ekki að sama. Já, ég geti verið í því líka. Ég hef heyrt Óla líka tala um hvali og skoti ég Finding Nemo. Þannig að það er Kraken, búrhvalur, þarna ertu komið horrormyndan á Sólabjörga. En ástæður tala um Kraken, það er stór partur af Gerði Keiko eitthvað við þig? Keiko gerði eitthvað við okkur öll. Keiko var Vestmannaeyingur. Keiko var Vestmannaeyingur. Siggi. Ok, Kraken. Af því í þriðmyndinni, við fyrir ekki svolítið fram og tilbaka þegar þetta eru nátengda myndir. Þetta er sama mynd. Þetta er svolítið svona einn stórmynd. Af því að Kraken er basically drepinn off-screen og við sjáum líkið af Kraken í 3. Basically spurningin minn er, hefði Kraken þarf partur af þau líka ef að nóg var í 2? Mér finnst það nóg í 2. Mér fannst æðislegt að þeir gerðu þetta því þetta var til að establisha hversu ógeðslega öflugur Beckett er orðið. Cutter Beckett er maðurinn sem tamdi hafið og hver er hann? Hann er bara einhver pólitíkus. Þetta horrorshow er eitthvað sem hann segir bara og við erum búin að sjá hvernig Davy Jones er í sínu præmi og fyrir Beckett til þess að hafa þetta vald yfir Jones og koma, ég leti ekki drepa gæludýrið þitt. Þetta horrorshow er orðið bara eitthvað dælúta yfir í bara eitthvað pett. Mér finnst það öflugt. Það er líka að því þetta er sú mynd, þetta er dauða frelsisins á hafinu. Beckett, hann er að, eins og við tölum hann, kortleggja heiminn. Jack Sparrow er dáinn, The Kraken er dáinn og þegar þú þarft að berjast við þessa menn, þá þarftu bókstaflega að lífga við mannin. Það er bara einn maður sem getur bjargað eitthvað núna og hann er dáinn og þú þarft að lífga hann við. Af því að Beckett drepur alla sem hann getur ekki stjórnað. Hans útgáfa af heiminum er, þetta er allt skipulagt, þetta er allt stjórnað og ef eitthvað fer fyrir utan það, bara þau þurfum að losa okkur við það. Útrýmið bara. Já. Sem eru með ástæðan okkur Beckett upprunalega að drap Jack Sparrow. Jeffrey Rush, hann er lítið sem ekkert í 2. Hann kemur, það er svona reveal, cool reveal, ég man ennþá eftir í bíó og ég bara, þetta er ekki ekki. Það var líka viðbröðin hjá leikarunum þegar þið sjá hann, þetta er alvöru, af því þeim var sagt að þetta væri Zoe Saldana úr fyrstu myndinni, Anna Maria. Nei, vissu ekki það er Jeffrey Rush? Nei, þau vissu það ekki. Ok. Þess vegna sérðu þeim bregða þegar þið sjá hann. Var hann ekki call-sheetinu fyrir 3. myndatökurnar? Ég er bara að tala þegar þetta er tekið upp, fattar þú? Þetta er í lokin á 2, þá fá að sjá hann. Hvernig fannst ykkur það? Það er vil. Þetta er bara Return of the King, baby. Hvað gerir hann í loka sinni? Bítur í epli. Það er líka svo, mér finnst svo skemmtilegt hvað lekur niður skengja. Er þetta ekki sem bara katta? Jú. Slær í face á okkur. So tell me, what's become of og áhörnendur hugsaðu bara, shit, ég þarf í ár. En það sem gerir þetta svo gott líka er að það var ekkit, það var verið að fela þetta en samt verið að sína okkur þetta í smettið á okkur. Að því þegar hann Jack fer með apan og gefur Tia Dalma apan og hún hleypur hann út úr búrinu, hann hleypur og fer strax upp að stígvölum sem eru liggjandi í svona kyrstöðu eins og einhver sé liggjandi að það. Spottaður það þegar horfum við aftur? Nei. Hann fer beint til Barbosa. Barbosa er hann inn í herbygginu. Við sjáum bara Barbosa áður en við eigum að sjá hann. Það eru 2 skot að stígvölunum. Ég tók ekki eftir því. Bara apinn fór strax til meistarans. En þetta er það svona cool smáðatri. Já! Þessar myndir eru drukknandi í þessu. Haldið að Jeffrey Rush hafi verið bókstaflega í stígvölunum þegar þið tókuð það og hann hafi þurft að mæta á settið og síðan taka þér hitt upp nokkrum vikum seinna. Do my toes. Do my toes. Ég held að það sé komið tíman at World's End. Þetta er alltaf að Tommy kom. En bara það er svo mikið þetta að segja samt myndum með 2 bara því hversu mikið hún settar upp en nær samt að vera svo ógeðslega contained.
þú veist, eins og með að Kraken, maður heldur, shit, þetta verður stórt í næstu mynd. Nei, döður. Já, var það risky move? Já. Mér finnst það mjög sniðugt að því þau ná að gera það nógu vel að láta hafa Beckett gert þetta því það virkar alveg, þú veist, að því Beckett myndi líka ekki vilja hafa Jones með að Kraken að því hvað ef einhver af þessum fiskamönnum hans Jones fyrir, tekur kistuna frá þeim og Jones lætur það bara að geta skipið hans. Þetta var örugglega fyrsta sem hann lét Jones gera, sko. En þetta virkar líka svo vel að því getur þú ímyndaðir ef Third Actið hefði verið Maelstrom-bardaginn, öll þessi skip og það Kraken einhvers staðar í miðjunni, þetta hefði verið kaos. Þetta líka þú getur ekki gert mynd 2 klæmaksar á bardaðanum gegn það Kraken, þú getur ekki gert það aftur í myndum 3. Sérstaklega því þau náðu ekki einu svona sigran. Nákvæmlega. Þú getur ekki látið þau unnið hann í myndum 3 þegar þau eru ennþá meira með bakið gegn vegnum. Og meira þess að sko þessar 2 kjarna Kraken-senur sem í Dead Man's Chest, þú veist, að bæta við 3. þá ertu eiginlega farin að endurtaka gamla bíta, sko. Þú bara finnur að Verbinski og teimið eru bara nepp, skilju, og aftur eins og þetta, bara sem upplýsingar, að vita það að maður dreipin off-screen, þá var kannski margir áhorfendur sem bara, hvað í anskotanum þá að vera að fara að feysa í 3. aktinum? En svo á þeim tímpúntu, þú veist ekki að vera að fara að samina, sko, 9 plus klön af öðrum sjóræningjum og þetta að fara að vera bara og allur fucking Englandsflotinn. Bara. Þú benti mér á þetta í gær þegar þau eru byrjuð að syngja og Beckett látin vita. Beckett segir, finally, hversu mikið af sjóræningjum hann búin að vera að drepa til að reyna að koma þessi í gang? Þetta ástöku vildi byrja að tala Atwell's End. Já, 3. myndina. Hvílík byrjun. Ég man eftir þessu. Ég man svo vel þegar ég sá þessa mynd í bíófyrstskipti, sem með þetta að, ok, þú veist með $250 million Disney mynd. $300. Já, var hann ekki 300? Já, vá, alveg rétt. Þetta var eitthvað fáránlegt. Einn dýrasta mynd allra tíma alveg, þetta svo víða verið greint. Þetta ekki ennþá dýrasta mynd sem Nei, er ekki Endgame? Gæti verið. Jú, Ég held að Endgame sé slá. þær voru framleiddar fyrir $500,000. 500 milljónir. Infinity War og Endgame. Já. Og það sko, hoppar í söguna og það bara hvert skotið eftir öðru, þú sér bara þú veist, það bara henging, fjöldahenging, búm, skilur, það fara yfir afbrotalista, búm, aftur. Og það eru börn á það. Já. Og það bara, þú veist, þú sér bara á fyrstu 5 mínútunum, þú ert að horfa á 20 manns drepast fyrir fram. Hún mest dark myndin? Já. 3. Og svo bara kemur krakki, stígur hann upp, byrja bara eitthvað svona að syngja. Kemur krakkið? Kemur krakki. Krakki? Nei, það Kraken kom þegar að hengja hann. Það kemur barn sem byrjar að syngja í mikillir svona englarödd, en þetta samt svona, þarna fara tónarnir að konfliktast og bara betur við, hvað að gerast? Svo fara hinir að taka undir og syngja með, minnir mér sko í minningunni einhvern veginn, þetta er svona náttúrulega að rugga sig með einhvern veginn, þetta er orðið svona... Með hlekkjónum? Já, þetta er orðið svona, já, með hlekkjónum mitt. Og þeir eru til svona hljóð. Og þannig ertu bara svona, hvað er þessi tónn? Hvað er þetta morose melancholy dæmi? Já. Og þetta er fyrir, skilur við, titla-revílið. Og með þetta, Beckett er hann ekki bara eitthvað, what the fuck, það er alltaf að syngja. Nei, hann er búin að bíða eftir þessu. Og hvað hann er kalkulegar í bara svona, yes, geggjað. Og þessi sena gefur svolítið tónið fyrir það að ég elska hvað 3. myndin er út allt gonzo og hún er áhætta. Alveg trekk í trekk. Og í þeim skilningi meina ég að hún er hlaðin senum sem hefði geta verið monstrosity í framkvæmt. En það er eins og Verbinski hafi sett sér eitthvað gól. Bara, nei, ég ætla að reyna að passa að gera þetta ekki kjánulegt. Gott aukadæmi til að fara aðeins lengra, það er, skilja, Gulliver senan með 10 dálma, Calypso. Það er ekki allir sem geti höndlað svona steik og myndin er morandi í þessu, skilju, og já, þetta gefur tónið fyrir það sem ég finnst vera barnan besta myndin út af því að það er svo mikil stakes. Þú byrjar á svo mikil melankóli, þú byrjar á svo mikil að svo mikil sé í húfi. Þú sem áhorfandi ert strax bara með það að bakveira að karakterinn er farinn. Jú, ég meina þau eru að fara að sækja, en þetta er alltaf fantasíuveröld, þannig að þú ert ekki dauður. Það með þess að tekja sérstaklega fram að af hverju komst Barbossa svona auðvitað tilbaka en ekki Jack Sparrow. Og því að annar var bara, Barbossa var lík. Já, hann lét lífið en þessi fór í Davy Jones lokkarinn sem er basically bara eins og hann var bara teleportaður yfir í bara eitthvað. Tia Dalma segir að því Barbossa var nú þegar dauður en það sem Jack býður hans töluvert verra. Það er refsing, skilur. Þetta er ekki bara en bara svona off this world, skilur, heldur. Hann er bara, þetta er refsing. Það er líka til deleted scene úr Pirates 2.
þar sem það talað hvað Davy Jones Locker og þetta á að vera það versta sem manneskja getur upplefað persónulega. Já, þetta ekki eins fyrir neitt. Nei. Þess vegna þetta... Já, og augljóslega það versta sem getur komið fyrir Jack er hann getur ekki siglt. Í skipinu sem á að gefa honum frelsi. Og hann hontaður af sjálfum sér endalaust. Já, og öllum hérna svona mistökunum og allt sem hann hefur skuldað, þú veist, hann bókstaflega ímynda sér að fleiri útgáfur á honum að vinna fyrir sjálfan sig. Þú veist, hann skuldar sjálfum sér það mikið. Og þarna líka levela myndin upp þessa indislu steik sem þetta, og þá ekki að tala um persónuleg steik, ég tala bara, hún grilluð, hún gonzo, sem þetta þarna fæ ég svolítið svona aðni minn fyrir en loathing hérna Johnny Depp, skilur það sem að hann bara að leika á móti sjálfum sér, þú ert með hérna 20-30 Jack Sparrow amma líka í einhverju eyðilandi og myndin bara svona, og hún pása svo líka fyrir þennan sequence, það ekki verið að intercutta við hérna, þú veist, Governor Swan hérna og þetta, hún bara pásar og þú finnur þessa eymd og hún er svo mikið tón svona konfekt ofan á það að vera skilur þetta er spektakulmynd og þetta er ævintýramynd og þetta er masterclass af fantasía og þetta er líka endir á stærri þríleik og við erum búin að tala um það hvað Beckett er góður antagonisti ofan á það hvað Davy Jones er góður antagonisti skilur, setur á saman það er alveg svolítið cool og svo líka nú ertu komið Barbosa í góða liðið. Það er svolítið gaman. Mér finnst það ógeðslega skemmtilegt að það er eitthvað sem er aldrei minnst á, en síðast þegar Elizabeth sá Barbosa var Barbosa með að byssa á hann og ætlaði að skjóta hana til dauða og síðan sjáum við þau næst saman í mynd nr. 3 og þau eru bara að lappa og spjalla. What makes you think she's alone? Og maður bara svona, hver ætli fyrsta samræðan þeirra hafi verið þegar að koma áttu til lífs? Ef við aðeins að tala Singapúr. Ég held að Singapúr-senan og Mannætu-senan, þetta er mjög svipaðar senur og þetta er hlutur sem ég elska. Þetta er svona the Jabba's Palace scene, þar sem þetta er bara sitt eigið svona self-contained lítið ævintýri sem þau hefðu getað selt sem sín eigin svona stuttmynd og hún er bara mjög gott. En hérna, strax the stakes, þetta er stærra, þeir fara bókstaflega nú til Asíu í fyrsta sinn, við erum bara búin að sjá Karabíahafið, vorum við eitthvað búin að sjá í Englandi? Ég held ekki. Þau voru eitthvað búin að tala um það, Norrington talaði um hann hafi elt Jack í kringum allt Atlantshafið. Það er ekki bara Port Royal, það er ekki partur Englandi. Nei, það er í Karabíahafinu. Já, þetta er bara svo brestna. Já, þeir eru náttúrulega með settlements. Já, einmitt. En hérna, við erum komnir í þennan stærri heim, við erum að fara að sjá Asíu og hérna The Pirate Lords sem er náttúrulega bara hlutur sem maður myndi halda að vilja ekki byggja þetta upp í fyrri myndum, við kynnum þetta bara hér og það virkar fullkomlega og þú sérð aftur hérna þeir hérna að The Pirate Lords þeir eru líka svona lúserar þeir eru spilaðir svona algjöru svona naglar, planið þeirra er bara að bíða bara vona að þetta ekki gerist en þeir eru líka þau eru ekki góður valmöguleiki gegn Beckett af því þau fangelsuðu Calypso þau eru ekkert betri en hann þannig að þú þarft að líka við Jack er eini valmöguleikin sem að þú getur tekið en á sama tíma sko svo líka með eftir því sem framvinda þróast þá er líka svolítið í höndum Elizabeth og Will að spila einmitt að vera svolítið svona taka við keflinu af Jack litilega sem þau eru að koma gangverkunum af stað til þess að svolítið svona breyta heiminu til þess betra. Elizabeth Swan þarf bókstaflega að gerast sjóræningja kóngur til þess að er svona valda dýnamíkin og taflið þarf fara að make a sense og eitt sem ég svo furðulegt sem er varandi Pirates 2 og 3 2 er venjulega svolítið gudderið skilum, fekk fína dóma og allt þetta þegar myndin er almennt svona að vara svona tíma hún er rotin á Rotten Tomatoes og var það lengi og ítrekka gagnrýnd fyrir það að vera og flókin eða að karakterar eru of unlikable og eru alltaf að motivation þeirra make ekki sense þetta eru sjóræningjar þeir eru að dikka hvort annan hægri og vinstri og ég elska það ég elska hvernig þú ert með þetta samansatna karakterum og hver er með sitt eigið poker face sitt eigið agenda og hvernig myndin er alltaf valhoppandi á milli þess þegar þú ert með stærri í formi Beckett's
og þú finnur þetta tension og þau bara, nei, getið bara komið eitthvað saman aðeins og bara build-up á þessari mynd er svo gott, þetta er bara eins og bara svona klassísk stríðsmynd og hún leifir sér hún er svolítið svona Dark Knight Rises að Dark Knight Rises kom út, hún er bara gigantísk og mér finnst það svo vel sementað þegar skilur við erum að fá skilur það er alltaf þetta escalation svo kemur þetta litla svona moment of silence undan sem er þetta yndislega þyrluskot af litlu eyjunni þegar þú sér þetta sikkoru flotana þannig að parleið og gítarinn sem er spilar á þarna er ég bara svona þetta er besta myndin þetta er gott sjó. Það er líka svo skemmtilegt með það sem þú talaður með karakterinn. Mér finnst ógeðslega að fyndið að heiðarlegasti karakterinn í myndinni er weirdly enough Barbossa af aðalkarakterinn. Eina sem hann gerir í lokin er að taka skipið sitt aftur. Og ég elska hvernig hann selur hvað hérna sem Chow Yun-Fat leikur? Shao Feng. Já, og hann kallar þetta skipið hans og talað karakter kynningar en Barbossa segir mér þegar þau spurði hvernig er þessi Shao Feng það er eins og ég, bara skilur mínus heiðarleikinn og skilur ekki af fjármerandi en það er svo gaman að sjá Barbossa svona að því hann er svo skemmtilegur sem góður karakter þú gætir alveg skilja maður skilur alveg akkur áhöfnin í Svörtu Perlunni beilaði á Jack fyrir hann þetta var hvernig þetta er valmöguleikin eða Jack Sparrow hann er líka bara ógeðslega fær stríðsmaður en ég ætlaði líka að spyrja út í það er Jack Sparrow góðu karakter? Hann er örugglega mjög skemmtilegur Þú veist, myndu við velja verið í áhöfninu hans eða áhöfninu hans Barbossa? Ég trúi því að ef þú ert á áhöfninu hans Jack þá ertu örugglega að fara að lenda í skrýtnari ævintýrum og færð generally svona meira chill vibe fattur, það var allir alltaf sofandi á áhöfninu hans og allir alltaf fullir Barbossa er einn sem segir, strákar, þetta er svolítið vinna sko og Jack nýtur svona ekki beinlínis góðsætt í það sem hann er í byrjun á Dead Man's Chest bara svona, þessun er rommi búið en svo líka með þetta með þriðjumyndina sem að þú ert með þetta clash af Depp og Rush tippakeppnin er komin full circle þarna frá fyrstu myndinni að þau skilju Barbossa með risa sjónauka ógeðslega, mér varst það helviti gott þeir eru nema þarna er tippakeppnin notuð fyrir comedic effect og minnst það geggjað það er líka bara munar á hvernig þeir tala sjóuna því sko Jack notar alveg naval terms en í mynd nummer 2 þegar hann er do we have a herring? A herring opnar áttavetan set sail for that way direction siglum bara þangað en að því ég fór bara að hugsa að því Barbossa virka meiri svona captain meiri svona leiðtogi þú myndir halda að hlutverkið þeirra hefði verið öfugt þegar þeir voru báður að krúa The Black Pearl þú er haldið að Jack var sá sem var að stýra skipinu og Barbossa var yfir en nei, þetta var öfugt for some reason og ég held nefnilega að Barbossa hefur fattað það einhvern tímann hann svona af hverju eru hlutverkin ekki öfug fattaru? Já, þess að var gerð mutiny já, því hann hefur náttúrulega bara það var eitthvað málið með hann treysti ekki alveg Jack að því hann veit hvernig Jack er betri maður en Barbossa og þess vegna var þetta hann leggur mutiny á hann eftir hann er búin að fá upplýsingarnir hvar peningarnir eru hann The Aztec Gold það er ástæðan af hverju mutiny kemur að því Jack var ekki búin að segja hvað var hann því Jack geymir upplýsingarnar rosalega mikið þangað til þau eru komin Barbossa var bara búin að fá nóg að því hann bara, ég vil vita hvert við erum að fara, ég vil vita hvað við erum að gera og svo segir Jack honum frá þessu Aztec Gold og hann bara, já, en þú veist ekkert hvað átt að gera við þetta en það er líka Jack er góður maður þannig að hann segir þeim það já, og það er það sem kostar hann skipið og áhöfnuna og hann er alltaf fyrst til að segja það hvað hann er hissa yfir því eins og þegar það kemur ykkur alltaf í óvart þegar ég actually ber árangur já, og veist eins og þegar Norrington segir so you actually were telling the truth I do it all the time, most people are surprised Gekkilína en það er líka svo gaman að við erum með þetta úrval af karakterum þar sem þú veist ekki alveg svona hver er að fara að backstappa þennan mögulega þó að sé sameiginlega málstæður sem þið sjá ekki öll en líka bara í þriðjumyndinni Will og Elizabeth, þau eru með sikkvort plönu þau eru orðin sjóræningar ég verður að benda á það, þú meiri segja efins hvort að skilja rómansparið úr ástasögunum fyrstu myndinni sé einu svona að fara að halda tryggð það er svo, já, það er svo gott hvað er þetta Calypso-dót? það sá partur á sögunni já voru að fíla það? Ég fíla hvernig það tengt við Davy Jones já, algjörlega, en ég líka
talandi risks, Naomi Harris sem Tia Dalma, þetta performance hefði geta verið þvæla. Aha. Þetta ógeðslega skrítið performance. Þetta mjög Monkey Island. Já, talar rosalega einkennilega, hún lítur skrengilega út og hún svona mysterious með backstory, hún talar í svona söguþræði, fattaru? Og maður svona, ef maður horfir á þetta performance eitt og sér, þetta ógeðslega skrítið en vá hvað þetta virkar. Same story, different versions, all of them are true. Já. But it was a woman. Og líka, þetta svo gott misdirection og þegar horfum í Dead Man's Chest og bara svona, hún bara svona, já, hún auka flair karakter. Býst aldrei til þessi dramatic heft á bakvið sem síðan leiðir yfir í 3. En það líka bara deliveryin á ákveðnu línum eins og þarna þegar hann var að spyrja hvað sett hann í kistunum og segir him heart, him heart, ekki his heart. Þetta svona, hver var ákvörðun? Þetta Naomi Harris, þetta Verbinski, þetta í handritinu? Hvað þetta performance? Þetta æði. Svo áhört að fylgjast með í hvað hún verður meira og meira niðurdregin eftir því sem líður á hvern akt í 3. myndinni. Og þú bara svona, þú finnur þess að sé eitthvað að. Skilur, bara svona, ef þessi yfirdrifni karakter allt inni svona fann að vera rosalega svona, já, melankólíðan sem fylgir með henni þarna líka. En það líka kickstartar climaxinum. Líka bara atriðið milli hennar og Davy Jones í fangaklefanum. Þegar hann breytist í mann í smá stundum tíma. Veistu hvað er ógeðslega cool detail sem er óvart en ég held að það hafi verið nýtt út af þessu. Þegar Davy Jones fær mannaformið sitt, þá teygir hann sig út með hendinni og puttar hann sér svona eins og kló. Já. En að því Davy Jones er búin að hafa kló svo lengi að hann rétti bara út þessa putta en þetta er accident að því Bill Nye er með veikindi í hendinni sem veldur því að hendina sess svona. En þetta er örgulega þegar einhver hefur séð þetta bara sem við þurfum að nýta okkur þetta. Það er cool smáðri. En annað golden detail í þessu atriði er Tia Dalma er að hlusta á svona spiladós, svona locket, eins og Davy Jones er búin að vera með í gegnum 2 og 3. Og hennar útgáfa af laginu er ógeðslega svona soft og clean eins og þetta hafi ekki verið hlusta ofta á, hún slekkur, þá kemur svona óþægilegri niður oktiv útgáfa af laginu úr lokkitur hans Davy Jones að því hann er alltaf að hlusta á þetta þessi spiladós er orðin ryðguð. Vá, það er góð pæling. Það er mjög góð pæling. Tónlistin í þessum myndum. Góð. Masterpiece. Þetta verður seint. Við meðum aldrei gleyma samt, þetta er ekki bara hann sem er, það var líka Klaus Badelt. Við erum að gefa honum kredit. Nú, byttu, er ekki Simmer bara kredit þar? Já, fyrir Simmer er 2 og 3. Klaus Badelt er fyrsta með Simmer. Já. Nú, ég var það þannig. Já, Klaus Badelt á í rauninni þekktasta stefið sem er He's a Pirate, sem er hann þú veist þetta er allt Klaus Badelt. Simmer er meira í skrítnari tónlistinni eins og Up is Down, stefið hans Davy Jones, Stef Krakens, þýmið hans Jack sjálft, þetta rólega og skrítna. Það er Simmer, Klaus Badelt er aðeins meira svona uplifting, einhvern veginn. Já, bara svona meira svona, hann er meira svona swashbuckler og Simmer er með svona, hann sér hættuna í tónlistinni og svona, hann setur meira hann hannar tónlistan rosalega mikið fyrir hvern og einn. En Klaus Badelt er með svona, við þurfum sjóræningjalag, eins og Tortuga og Smoke Barrels eða hvað hitt það, en þetta var svona, hann er svo mikið meira svona stefin fyrir alla, en Simmer er stefin fyrir þeir sem þurfa það. Það er áhuga, mér fannst alltaf eins og He's a Pirate, ég held alltaf að hann Simmer hafi samplað þetta frá sjálfum sér að þetta hljóma svo mikið eins og lagið úr The Rock. Finnst þið það? Finnst þið það ekki? Ég langt sér að sá The Rock maður. Við þurfum að spila það. Vá, ég var hann með tónlistin í Rock. Simmer nefnilega, þess vegna held ég það, því að Simmer skoraði The Rock. Var ekki James Newton Howard alltaf að skora mikið af þessum 90s myndum? Jú. Skoraði hann Breakable? Já, en ég er talað um 90s hasadundi. Var hann einn af þessum svona minjónum hjá Hans Zimmer? Það er sko, Hans Zimmer er alltaf að blæja út í þessi minjónum. Steve Jablonski, hann er sko produkt af Hans Zimmer. Transformers. Hvað svo eru? Það er klárlega. Ok, loka fætin í At World's End. Þetta er glorious. Já, það er ekki oft, þú talaður þetta, það er ekki oft Jack fær ekki oft kredit, hann er rosalega góður með byssur. Hann notaði ekki byssuna sinni í 10 ár. Þegar hann skaut Barbosa, hann hittir. Þegar hann skaut tunnunar í mynd nummer 2, hann hittir. Þegar hann skaut kistuna úr hendinni Fuglinn á
þegar hann skaut fuglinn úr kistunni Og apann. þegar hann skaut kistunni úr hendinu á Davy Jones þegar hann var fljúandi þarna á reipinu hana, já, á mastrinu. hann hittir Hann er því ekki skipta. hann er Já. crack shot The guy does not miss. En hann notar byssuna einu sinni í fyrstu myndinni. hann hittir litlu styttuna af Beckett sem hann situr í fallbyssuna En líka, það er eitt sem mér fannst ógeðslega skemmtilegt var í þriðju myndinni að við sjáum loksins, Jack er rosalega góð með sverðið líka, en hann er það sérstaklega gegn Davy Jones að því þeir byrja skylmingarnar og skylmingarnar hjá þeim uppi hann er rosalega lengi, ógeðslega koreograft, beautifully koreograft, en Jack er að leika sér á bráðinni. Að því hann Davy Jones segir, you can do nothing without the key, hann segir, I already have the key, og hann kemur, no you don't, og hann sýnir lykilinn, þá kemur Jack, oh that key, sveifla sverður hans Davy Jones frá honum, sker tálknin sem er að halda lyklinum, Davy Jones ætlar að stinga hann afvopna hann strax. Hann hefði getað tekið sverðið á honum á hverri sekundu, hann var bara að bíða eftir að sjá hvað lykillinn er. Þetta er svo, þú veist eins og segi, þetta er masterclass. Og leið mér að segja, þetta er best timed comedic timed öskur fyrr eða síðan þegar Jack öskrar í nærmyndinni á skipinu muni eftir því þetta er svona að þú sér það annarkvort fyrir þér ef maður þekki myndina. Já, þetta er hérna þegar hann og Jones er að elta hvernig hann er svona hér og Jones fer í gegnum stýrið, Jack snýr því, þetta er orðið teiknumynd í smástund, æðislegt. Jones fer, en akkurat snýr Jones að hann og svona breytir sér í kolkrabba fyrir framan og Jack bara og hleypur svo burt. Þetta er svo fullkomið öskur, þetta er alveg svona Þetta er fullkomið svona fuck me öskur. Það er bara þarna var hann hræddur af öllum stöðum. Og skiljum, svo er hjónavíksla í miðin á svo chaotic sem er svo mikið, þetta er bíó. Er það samt ekki ómikið? Nei, þetta er besta atriðið í myndinni. Að berjast á mastrinu hann í fullkominu balansi, þetta er teiknumyndin. Við viljum teiknumyndin at this point. Við viljum þetta bíó. Veistu hvað er líka brandari sem fær ekki nóg mikið kredit? Það er hérna þegar Jones kastar Depp, honum hérna Sparrow, og hann lendir hérna á sprangandi gæðunum og hann lítur niður, oi, ma-pistol, og slæðir hann í andlitið. Mér finnst þetta svo fyndið, þetta er bara, hann er að skamma hann, hei, þú með byssuna mína. Sem er eiginlega callback, var ekki, nei, hann segir, já, my peanut, þannig fyrir myndinu. En hjónavíkslan og það, já. Þið elskuðu það. Já, þegar Barbosa er að gifta þau, þetta er æð. Barbosa selur það, sko. Já, en veistu hvað er líka svo góð? Hann er svo pirraður á sig, gera þetta bara. En það er líka, það er æðislegt comedic moment hann að falið. Það er þegar Will er að koma þess að ræðu við Elizabeth og segir, I made my choice, what's yours? Og Elizabeth horfir á hann og segir, Barbosa! Gett átt og sjáum við hann koma. Og lítur í áttina á Barbosa og síðan segir hún, marry us, það kemur hann. Þú veist, hann hérna að segja, kaus Barbosa, I made my choice, what's yours? Barbosa, hann er bara, I'm a little busy at the moment. Ég hef aldrei pælt í þessu, þetta er óslega gott. Já, þetta er góða punktur. Ef þú horfir á viðbröðan svo Orlando Bloom, þau eru golden. En það er líka bara, I'm a little busy at the moment. Og hérna, hann á eina skrýtnustu línu sem ég hef einhvern tímann heyrt í bíómynd, en þetta er svo Barbosa, það er þegar hann stoppar, fine then, dearly beloved, we be gathered here today, kemur gæða trublan, to nail your gizzard to the mast, you poxy cur. Hvað ertu að segja, maður? Og svo svona skilmast við tvo gæja í viðbót hérna, hlið við hlið, og síðan bara, just kiss! En eitt samt lokaðatriði, að því að Calypso stækkar hana, Gulliver hann að treyði, já, breytir síðan í einhverja rottur eða eitthvað, krabba. En svo einhvern veginn bara sérstrengin. Jú, hún er stormurinn. Já, en þú veist, þetta er bara stormur. Já, en hún er náttúrulega hafið sjálft. Hún er ótemjandi hafið. Já, hún er að segja, they can learn just how cruel I can be. Hún er literally að gera bardaðan erfiðari fyrir alla. Já. Þannig hún er þetta haf. Hún er henni svarthólið. Já, sem myndast þarna. Það er skipinu að sigla. En já, þegar ég myndist þarna atriðið milli Tia Dalma og Davy Jones, það sem ég finnst svo fallegt, er performance hans í þessu atriði, Sam Jones er svo fallegt að í endanum þá talar hann ekki með Davy Jones röddinni, svona semi. Þú veist, and what of you, Davy Jones? Og hann snýr sér svona við, my heart will always belong to you. Og hann segir þetta svo mennst, þetta er svo mennst delivery og maður er bara, ég myndi segja þetta er heartbreaking, en maðurinn er ekki með hjarta. Colin Beckett það. Hann líka, skoski hreimurinn, þetta var ad-libbed. Þetta var ekki skrifað í myndinar. Nei, hann bara datt þetta í huga staðnum. Og talandi um það, hann nefnir Beckett, það er góður döðdagi þegar Beckett er sigraður.
finnur bara svona vonbrigðin í honum, ekki það að sé að fara að missa líf sitt, heldur það er svona tapið. Það er líka, allt er að hrynja í kringum hann nær skilur að trítla niður tröppurnar og þetta er bara svona allt sem ég er búin að byggja upp, öll þessi peð, allir þessi leikur, allt þetta waiting game, öll þessi völd orðaðingu út af fucking anarkista sjóræningjónum. Og þetta er líka svo gott að því Beckett er búið að vera allan tíman með control og hvað er það fyrsta sem gerist er að missa stjórnina í smástund, hann bara gefst upp. Þetta er bara búið. Að því hann bjóst aldrei við þessu. Hann gæti ekki svona gefið loka skipinu að yfirgefa skipið. Nei, hann var bara terrified. Hann er svo kalkuleraður að hann hefur ekki svigrum til þess að vera eins og terrified, skilur, yfir aðstæðunar. Þetta er bara, nei. En var þetta ekki svolítið svona aumingja eitthvað? Hann bara sko, þetta er líka svolítið svona, þú getur lesið þetta sem hann fattar í endanum að hann getur ekki sigur, hann fattar ekki bara að verkefni sem hann hefur sett fyrir sér, þetta er ógeranlegt og hann gat aldrei unnið. Nei. Og svona, óbýtu, ég var á rangri hlið allan tíman. Þannig að þessin er hann að it's just so beautiful. Já. Will endar á Flying Dutchman. Já. Hvernig varstu hvað það? Það er frábær endir á hans sögu. Það er mikil áhætta frá fyrstu myndinni. Skilju, þau bara enda saman, allt krútlegt, en að hafa þetta þannig, skilju, ég meina Will og Elizabeth enda saman, en það er þetta Já, en það sem gerir þetta svo fallit er að Davy Jones var fastur þarna líka á þessu að því að hann var ástfanginn af konu sem gat ekki elska hann tilbaka. Akkurat, en Will Turner, hann er fastur þarna núna eiginlega í verri aðstæða því hann er fastur frá konu sem hann elskar og hún elskar hann svo mikið tilbaka, sem er líka ógeðslega skemmtilegt callback í fyrstu myndina. Barbossa kallaði Elizabeth alltaf Miss Turner. En hvað er það síðasta sem hann segir við henni í þriðju myndinni? Mrs. Turner. Það er ógeðslega skemmtilegt. En þriðja myndin hún er svo mikil, ég talaði þetta í gær, þetta er eitt mest bombastic byrjun sem ég á æfum minni séð, fyrir utan þegar að vera að hengja alla, það er náttúrulega svolítið, það er stórt, það er mikið. Síðan förum við í Singapore, það er verið að spjalla og allt það, síðan kemur flotaherinn og allt í einu, þetta er eins og klæmaks á annarri bíómynd. Singapore er að springa, Barbossa er að hlaupa trompetarnir og soundtrackið þetta er sama trakk og nota þegar að vera að hífa alla fánana. Dvergur flýgur aftur að baka út af fallbyssunni. En þetta er gigantísk byrjun og við erum bara rétt að byrja. Jack Sparrow er ekki komin inn í myndina og við erum búin að fá það sem er basically third act climax fyrir aðra bíómynd. Það er allt að springa. Og þessi opnun sýnir að myndin spjara sér fínt án Jack Sparrow líka. Þetta er svona gott, þetta er nánast þess að komment til áhörvenda og margir hvernig kemur Johnny Depp? Nei. Karaktersúpan er nógu juicy þó hann sé ekki endilega með okkur alltaf. Já, nákvæmlega. Myndi virka að gera Pirates mynd án Johnny Depp? Án Jack Sparrow? Já, það er hægt. Nógu lóri. Já, mér langar aðeins að ræða lóri. Já, ég er búin að vera að bíða eftir, ég var að bíða svona eftir að þú myndir segja tölum hans 4 af því að ég vildi skjóta inn, vildi ekki tala lórið þegar þú lofaðar okkur að. Já, sem sagt, mynd nummer 2 og 3 drukknandi í lóri og það er deleted scene sem ýja í það, en jafnvel þá er nógu mikið ósagt, en sem sagt, manstu, eftir að Jack Sparrow deyr, þá er það tala sérst í lokinu 2? Já, á nummer 2, þegar hann er étinn hann, þá eru þau öll að sigla aftur til Tia Dalma, það eru 100 manns að það með kerti hjá Tia Dalma. Hvaða fólk er þetta? Af hverju var Jack virði 100 souls í staðan fyrir bara 1 fyrir Will? Af því upprunalega Jack vann fyrir Cutler Beckett og East India Trading Company á hvítu skipi sem hét The Wicked Wench. Hann átti sem sagt að flytja cargo fyrir Cutler Beckett, en þetta voru þrælar, þetta voru 100 þrælar. Jack Sparrow frelsaði þau öll, sveik East India Trading Company og Cutler Beckett. People aren't cargo, mate. Þetta er deleted scene. You were supposed to deliver precious cargo. Og Sparrow segir, people aren't cargo, mate. Veitu, var þetta tekið upp og allt fyrir myndina? Bara þessi litla lína. Í fyrir nummer 3. Já, við höfum aldrei fengið að sjá með skipið og allt það. Nei, þetta er bara people aren't cargo, mate. En það er í handritinu? Já, þetta er deleted scene fyrir 3 myndina. Þú getur fundið þetta bara á netinu. Hann talar people are not cargo. En þetta er fólki sem Jack frelsaði, þetta er ástæðan af hverju hann var virðið 100 sála, af því hann frelsaði 100 sálir. Beckett drap upprunalega Jack Sparrow. Af því náttúrulega Davy Jones reis skipið hans frá hafsbotninum eða ekki, en það var skipið The Wicked Wench sem var hvítt. Það var brent upp til agna og sögt með Jack Sparrow borð. Og þess vegna er það svart þegar það er risa aftur frá hafsbotni. Og þess vegna heitir það The Black Pearl.
Óli með þetta alltaf hreinum. Og í einmitt það var, hvað var það líka? Það var eitthvað í með The Pirate Lords og allt annað sitt, en það var basically, þetta ástæðan fyrir karakterinn Jack Sparrow, svona af hverju hann eins og hann eins og brennimerkið sem Beckett gaf honum áður hann drap hann, en það var Beckett sem drap hann upp. Það meira þess að lína í þriðju myndinni, þar sem hann segir last time I saw that ship, síðast hann sá skipið, þá var það að brenna á leiðinu niður á hafsbotn. Þá var það hvítt, fattar við. En mér finnst þetta svo ógeðslega skemmtilegt að þetta bara fyrir fólk sem svona skoðar, svona sem leitast eftir þessu, svona eins og ég. Ég hef svo ógeðslega gaman að þessu, þegar maður veit þetta, þá verður sumt svo powerful. Eins og þegar Davy Jones segir, 100 souls. Maður heldur að hann valdi 100 því það er ógeranlegt verkefni. Nei, hann er að gefa honum puttan enn eina ferðina. Og það þetta svo ógeðslega mikið. Og ég elska lórið í þessu myndum. Eins og það hann fekk Jack Sparrow titilinn Pirate Lord eftir að hann reis upp frá dauðum, eftir að hann frelsaði alla þessa þræla. Það hann afvarð hann Pirate Lord. Eins og segja, þetta drukknandi í lór. Það svo gaman líka þegar þú kynnist Jack í byrjun á fyrstu myndinni og hann bara einn á reiki, einhvern veginn bara að reiki, myndi ég. En hann sáttur, fyrir það skilur hann ekki í skipinu sem veitur hann frelsi og þetta. En svo gaman einhvern veginn, og þetta er svo mikla myndir, svo mikið leið á okkur sem við förum. Og enda svo eftir þessa bombastísku veislu sem að þriðja myndin yfir í bara, hann aftur komin hingað. Og hann hefur stefnu, en hann svona basically frekar sáttur, hann ekki við skipið sitt, en þetta er sjóræningjamynd, allir að fara að dekka hvern annan eventually aftur einhvern tímann. Já, þú ert að tala þegar hann einn á þessu litla báti. Þetta er bara ekkoar, þetta speklar hvort annað. Það það sem ég finnst innsigla þríleikinn. Hann byrjar hérna, allt þetta gerist, við lærum allt þetta, hann hefur þetta mikið impact á annað fólk og heiminn, en Jack alltaf svona litli Jack þegar upp í staðið. Hann bara svona, hann sín eigin besti vinur. Áttu að hætta þetta 3? Já. Eða áttu bara að gera betri númer 4? Skilja hvað að fara? Ég hefði, honestly, ef þeir ætlaði að gera Pirates mynd númer 4, þá hefðu þeir bara hreinlega átt að sleppa Jack í rauninni. Já. Þú getur fengið hann sem cameo. Ég bara pæla, er þetta fullkomin endir, eins og Tom að tala er þetta bara mögulega fullkomin endir fyrir Jack Sparrow? Er þetta flottur endur fyrir Will, alla þessa karaktera, ef við bara láta þetta kjöldleikja á... Þú getur náttúrulega málað þannig að því alveg, en hvernig er sagan hans Jack búinn? Hann bara einn á einhverjum litlum bát, en já, við kynntumst hann líka þannig, en Barbossa með skipið hans, og við getum hugsað, hann að fara að stela skipin á Barbossa aftur og þeir að fara að gera þetta að eilífu, fattar við? Af því þeir eru svolítið þannig, að versta sem þriðja myndin gerir að enda á að sýna okkur næsta ævintýri. Fountain of Youth. Já, því þá þarf það að vera næsta myndin. Fólk þarf að hætta að gera þetta. Og já, eins og 5. myndin lofar okkur Davy Jones aftur einhverja hluta vegna. Ég sagði mér það off-air að ef maður að leyfa sér að taka 4 og 5 í sátt, þá 5 í rauninni fínasti endir in theory nema Stingerinn. Stingerinn kemur og bara nei. Veitu, ég var að horfa á þessu mynd í fucking gæra. Þetta er post-credit scene. Er alla myndin með post-credit? Nei. Þær eru allar með post-credit scene. Sástu ekki post-credit scenið? Nei. Hver okkar má segja honum það? Byrju fyrir 50? Fyrir 50. Hvað er það? Segðu mér það. Ok, Will Turner er sofandi í rúminu með Elizabeth, bara hann er komin heim. Og síðan heyrur dunk, svona fótskref. Og síðan kemur þruma og Will vaknar og þú sér krabbakló á hendi og síðan vaknar Will í alvörunni. False awakening. Já, ok, þetta var bara martröð. Hann fær að sofa aftur með Elizabeth og kameran panar niður og það er bleita og svona barnacles á gólfinu. Þannig að Davy Jones var þarna á lífi ennþá. Þetta er svo... Allar myndirnar eru með post-credit sequence. Já, leið og segir það, fyrsta myndin hafði apan sem útskýr af hverju apinn var ennþá ódauður í byrjun. Já, apinn tók pening aftur. Það var með hundinn sem höfðingja. Hundurinn var höfðingi í enda. Á mannateginu? Já, þeir eldan, það er að síðast þú sjá maðurinn. Og hann er orðin nýja leiðtóið þeirra. En þriðja? Þriðja var Will Turner að koma aftur. Já, einmitt, já. Já, 10 árum seinna. Græna ljósið. Fjórða var hún Anna Maria á eyjunni. Heldur ég að komið svo langt. Hún er á vúdudúkkan hjá Jack endar hjá henni á eyjunni. Það er aldrei gert neitt með það. Ég var stengleima vúdúsaplottinu. Já, í 4.
Ef að fara hans í 4? Sko... Eða vorum meira með 3? Ég er svo spenntur að heyra hvað þið segja 4 og 5. Hversu langt eru við komnir? Við getum alveg talað áfram, sko. Nei, ég er bara að spá hvort við ættum að taka pásu svo ég geti fengið bara annan kaffibolla. Já, þú meina bara kannski að splitta bara Já, ég væri til í að fara á mig, sko. Herðu, tökum bara, ég ætla bara að splitta þessu hér. Við tökum alveg, þetta verður alveg klukkutími rúmur fyrir hérna 2. Já, en þetta er líka bara fýtt þáttur að því við fengum að tala 3-leikinn. Já, 3-leikurinn. Svo er hitt svona ruslið. Herðu, gerum það. Pása núna. Geggjað. Sjöfell þarf ég að míga, maður. Já, er ég nokkuð fyrir þér? Já. Mátið sniður. Hvað er stöðu það? Ég var að fara að stinga á þessu á sama tíma, sko.